Góða kvöldi kæra áhorfendur. Takk fyrir að koma í kvöld. Ég ætla að byrja á því að biðjast afsökunar á vitlausum titli á streyminu. Twitch var að gefa mér einhver leiðindi þannig að ég náði ekki að breyta titlinum. En það er sem sagt, það er ekki Ótti og Leynd sem eru að framhættast í kvöld. Heldur eru það í rauninni 3 viðureignir. Það er fyrst Kutar gegn Leynd. Svo förum við yfir í Drottningar gegn Kutum og að lokum Ótti gegn Vidkum. Þannig að þetta er að fara að vera langt og gott og skemmtilegt streymi í kvöld. Hörgspennandi leikir. Og með mér í dag er hann Maggi, minkurinn sem að keppi með Vidkum í efri deild. Blessaði Maggi. Blessaður og sæll. Herri, það var svolítið skemmtilegt. Í þetta skipti þá ætlum við að fara í smá statsa, stig, bara í öllum deildum. Svona, ég veit að það er einhverjir sem eru búin að bíða spenntir eftir að sjá það, þannig að bara vindum okkur í það. Hér eru þau. Svo sér þá eru Atgerar og Jötnar búnir að vinna báðar viðureignir sínar í neðri deild. Atgerar kepptu gegn Krónum og Jötnar kepptu gegn Kraðagi. Aðeins fleiri leikir í millideild, þannig ég man ekki alveg nákvæmlega hverjir eru búnir að keppa móti hverjum öðrum, en þar sérðu að Fenrir eru að standa sig ágætlega, búnir að vinna 5 af sínu 6 leikjum. Og síðan var þetta, mér minnir þetta hafi verið nokkuð jafn leikur milli Eiðstafs og Laxa. Það hafi verið sko bara jafntefli. Hvort liðið fengi stig úr þeim leik. Og síðan skilst mér að Snerpa sig að keppa í fyrsta skipti í kvöld gegn Snerpa? Já, Snerpa. Þeir eru held að fyrsti leikurinn þeirra hafi verið færður þangað til í kvöld. Ok. Þetta er samt alveg nokkuð spennandi. Þú veist, eins og ég sjáu samt, þú veist, Fenrir eru búin með 6 leiki en flestir aðrir eru bara búin með, þú veist, 2 sem er náttúrulega bara 2 leikir en 1 viðureign. Þannig að það er nóg eftir af deildinni, sko. Já, það er nóg eftir og menn náttúrulega ráða leikjunum svolítið sjálfur hvernig þeir spila, þannig að þetta geti komið allt í einum trukk. Já, algjörlega, eins og við sjáum að það er svona smá það sem gerðist núna í efri deildinni. Við vorum bara með 1 viðureign í seinustu viku og síðan erum við núna með 3. Kannski bara nefna bara strax samt að viðureign Ótta og Vidka, það varð vandamál með upptökuna á öðrum leiknum í þeirri viðureign. Hún kröptaðist, þannig að við sjáum því miður bara 1 leik úr þeirri viðureign. Þannig að þó svo ég segi 3 viðureignir í kvöld, það er bara 5 leikir. Og en hvað með það? Það er ekki búið að uppfæra stigatöfluna augljóslega fyrir efri deild. Þarna sjáum við í rauninni bara hver staðan var eftir seinasta þriðjudag. Ótti keppti gegn Leynd seinasta þriðjudag og Ótti vann báða leiki í þeirri viðureign. Þannig að staðan einmitt núna er bara Ótti með 2 stig í efri deild. Og það er bara sjáum hvernig það þróast í kvöld. Já. Hefur ekki bara að vinda okkur í fyrsta leikinn eða? Jú, bara að byrja með það. Þá erum við með fyrsta leik. Leynd eru í Defenders og Kutar eru Attackers. Borðið sem var fyrir vali var Haven. Mér skilst að hitt borðið muni vera Bind. Ok. Skemmtileg staðreynd. Það er búið að spila Bind í öllum viðureignum efri deildar hingað til. Já, ekki Autobahn alltaf og Breeze og Icebox. Fólk virðist allavega að vera Autobahn að Breeze bara frekar straight up, sko. Það er ekki mikil ást fyrir Breeze. En og síðan virðist Icebox og Split verða mikið fyrir banninu, en síðan virðist svona Haven og Ascent að fá smá ást líka, sko, en Bind virðist allavega að vera í miklu uppáldi. Eða minnst hatað, það er kannski líka bara hægt að orða það þannig.
Þetta hvað næst mest spilaða mappið, myndirðu halda? Var það, Ég held að sé Haven og Ascent sé hérna Já. split bara 50-50 ég mynd núna. einmitt, það kemur svo sem ekkert óvart. Nei. En við sjáum hérna að Benino í leynd að fara að spila Skye. Mér þykir það nokkuð merkilegt. Benino hann allra fyrsti leikurinn á þessu mótinu tók hann Reynu á móti Óta og í Óta náttúrulega Edison og Thorstein F og einhverju gæða sem eru bara frægir fyrir það að vera hitnir basically. Þú tekur bara Reynu, bara agent sem að byggist á því að drepa í svoleiðis line-up og það virkaði, hann var MVP í þeim leik. Já, ok. Já, og síðan velur hann Skye sem agent sem þekktur fyrir að vera með utility í höndunum, bara meira hlutan á tímanum. Þannig að mér finnst þetta svolítið merkilegt pick, svona af öllum pickum hérna. Já, við segjum að sé bara, já, það náttúrulega eiginlega 2 drónar, það Sova í Attackers og hundurinn í Defenders. Já, það verðist alltaf vinna með eitthvað svona scouting game, sko. En mér þykir líka merkilegt að leynd eru bara að vinna með Viper solo, solo smoker, sko. Það fyrir þetta. Benino fer bara beint í hundin til þess að fá info. Þetta svona svipar til, örvarinnar. Þegar Sova, skilur, ef Sova væri að, hann myndi bara henda í main bara strax. Já, mjög early info. En það kannski að valda overrotate, sér það að lindiru, en þeir eru samt að ná að bakka, Brelli að koma hlaupandi inn til baka, hann átti sem núna á því að þetta sé take eitthvað. City smoker og þeir plantaði þessu fyrir longið. Nei, ekki plant fyrir long. Nei, bara default plant, það rétt. Þeir ætla bara, og síðan þetta bara einhverju ghost battle sinna, sko. Það bara flækist einhver slikkandi píkar svolítið grimm pík. Og þeir eru nú búin að klera nokkuð ágætlega, 2 long bara killjoyin eftir inná. En það gengur ekki nógu vel. Það svo sást, þeir splittuðu bara einhvern veginn allir upp í rítekinu á leynd. Og og Aron, Aron hjá Kutum, hann bara einhvern veginn náði að labba í kringum defaultið og Já, hann eiginlega bara flankaði á þegar þeir voru í miðju ríteki. Þannig að við sjáum hvað leynd gerir í því. Það gerðist eiginlega eins og þú sagðir, það var ómikið overrotate þarna og allt í einu var séð bara bomban komið niður. Ná orbinu á C-long. Já, erfið stað alltaf þegar maður svona eco eitthvað. Samt, ef þú vilt vera einhver agent ára kannski Viper með eitthvað utility að venda mót einhverju svoleiðis, sko. Psycho að fara mjög sneaky upp middið á B-ið. Já, en við sjáum að Slikkati með close angle með, Slikkati fór ekki í treytið. Þetta var svolítið skrítið. Psycho fór bara inn, drap Benino og bakkaði brút. Og hann heldur bara áfram að gera þetta. Slikkati bara einhvern veginn að treysta það að hann keri í sig, Svo bara bakkar hann. Búinn að taka 2 kill, bakkar og þeir eru konni með A-ið. Ásendegi kemur nú reyndar út úr gras og nær loksins Psycho, en ég meina hann löngu búinn að vinna vinnuna sína, sko. Já. Slikkati að koma inn í bakið og hann spottaði strax. Já, ef þeir ná fleiri kills þá þetta svo sem ekkert eitthvað, þá þetta bara fínt kannski. Gengur ekki illa að peka byssuna og síðan, síðan Dökkur bara, hann með Phantomin, hann bara kemur og hreinsar þetta. Gæti verið miklu verra.
samt sem áður. Náðu 2 góðum kills þarna. Það er betur en 0 kill sko, alveg klálega. Vissulega. En það kom mér á óvart að Slikkandi fór ekki í treyti sko, ég meina þú veist, hann var með klassikinn. Þú veist, ef hann tekur þetta klassíska bara byrjar að bunny hoppa og hægri klikka sko, þú veist, þá held ég að hann hefði alveg náð honum sko, en hann var kannski hræddur að swinga og sé hann var einhverju glugga eða eitthvað en... Já, þetta var eitthvað svona awkward moment bara. Sér, núna eru Lind konum með guns, Benino fór beint í, hundapíkið, en það er eins og að þeir hafa samt komist fram hjá honum og núna eru þeir að gera ráð fyrir honum. Hann nær samt piki og meðan þeir eru samt að vinna allt mappið sko. Þeir ná í orbið á aðinu og svo bara bakka þeir og eru bara hægt og rólega að koma sér yfir séð, en þeir eru ekkert að overrotata beint neitt sko. Nei, Lind eru að vera mjög aðeins núna, reyndar Slikkandi með mjög gott info, þannig að séu hvað hann er komið framalega á miðunni. Já. En séu, núna sjáum við executið, bara Dökker með arrowið og Psycho keirir inn, TP þarna líka, ok, Benino nær einum og Brelli nær einum, áður en hún er tritað. Það var 4 og 2, en Freezy og Dökker bara gera ótrúlega góða hluti, það er spurning hvort að þetta hefði ekki mátt vera örlítið meira coordinated hjá Lind til þess að þeir voru 4 og 2 vissu-ish þá báða, ég held að Brelli hefði verið búinn að sjá það báða þannig hjá default sko. Kerði í gegnum Viper-vegginn, vissu kannski ekki alveg hvað var á bakvið. Þetta var stórt round hjá Benino, 3 kills og mér syndi þetta nú vera með eitt alveg hörku flass þarna inn á C-sætið. Við sjáum hvað þeir gera núna þegar að bæði lið eru kaup. Þetta Brelli með ljótt og drónin sér hann ekki og hann keyrir út, nær 2 home. Þetta var geggjað, þetta var algjör snild. En herru, kaffi fyrir beint í ressið og Dökker, þannig að það er ekki búið að hægja það mikið á þeim. En séu, Awesome Day nær að koma kaffi og óvart hérna og Slikkandi nær Dökker, þá eru þeir 2 eftir en þeir eru samt að fara aðeð sem er óvendaðir. Já, það er bara opið, það er enda svona eitthvað cypher stuff á aðinu. Spurning hvort að cypherinn hafi ekki átt pening fyrir utility í báða entrances. En þarna sér myndavelin á, þannig að núna hljóta þeir að keyra á þetta, en hann Freezy stólar. Ég heldur að við séð hann krossa, ég heldur að við séð hann krossa. Já, hann er einum. 1 og 3. Hann er með törrötti, en virðist ekki ætla að nota. Hann ætla bara að taka dúelið og tekur það í með því að reyna að halda hotni. Ég er aldrei hrifinn að því í þessu leik þegar við erum að spila á server sem er svona langt í burtu sko, en það virkar samt stundum og það getur stundum komið fólki óvart náttúrulega líka bara. Einmitt. Swingið er sterkt í þessu leik. En já, Freezy náði þarna einum, en Benino og Slikkandi, þarna voru þeir mjög vel positionaðir til þess að þetta var alltaf að fara að vera 2v1, þú veist, það var alltaf að vera að fara að ná treyti, þetta var mjög vel gert hjá þeim. Núna virðist það ætla að vera bara eitthvað svona eco round eitthvað á Liðið Barmor og Sheriff. Og þeir ætla nú valla að keyra inn í það. Hann er aftur með judgeinn sko. Nær að fela sig fyrir arrowinu. Nær aftur 2, Brelli, MVP sko. Hann er mjög sterkur að spila á þessu stöffi sínu. Kittofer er að... Já, þetta var svolítið... Og Freezy fer bara... Það er bara allt og mikið að gerast í einu. 4 judge kills komin bara á nokkrum sekundum. Já, Dökker með bombu. Og þeir ressa Benino, en... Hann er 1 og 3, þetta er hans erfið staða sko. Já, mér sýnist hann alltaf... Það myndi ná plantinu sko. Já, mér sýnist hann alltaf að reyna á 1 kill og síðan planti. Og hún er texta næsti, ef hann hefði hitt í hausinn. En sjáðu, hann er Sky-ulti sko, það var alltaf að fara... Það bara nullifæði þetta gameplan sko. Hann átti aldrei séns leið þeir ressu Benino og hann ultaði sko.
Þetta hefði verið áhugavert að hann hefði náð einu pikki þarna og kannski komist í plantið. En Já, það hefur verið mjög áhugavert. Hann er líka með, ég held að hann hafi verið með ulti sko. Þannig að hann hefði getað líka reynt að delay eða svona reynt að gera eitthvað úr þessu sko. einmitt. En já, hann að brelli með judgeinn, bara tekur 2, Freezy pickar upp judgeinn, tekur 2, Awesome Day mætir inn, sprayar niður 2, þetta var bara, Já, þetta var þetta var- rosalegt sko. Þetta var alvöru og 2 ult og alltaf þetta. Herru, hérna er Benino með góðan hund, þeir eru allir þarna, hann sér bara einn samt, það er náttúrulega þetta takmarkaða vision á hundinu sko. Gæti náttúrulega, getur komið sér illa sko. Það er komin í góða stöðu hérna Psycho. Og þeir eru með svo mikið killjoy utility í bak sko, þeir eru ekkert að hafa miklar áhyggjur af þessu sko. Eina sem gæti gerst er að þeir gæti rótið en þeir eru samt ekki einu sinni að því. Þeir eru með infoið sitt svo aftarlega að já, segja bara killjoy ulti, ít þeim út, þannig að það var allt í einu bara orðið 5v5 retakes finnst mér. Það er nú Já. sjaldan sem við sjáum þau. Og enginn í bak, allir úr lind frá einni ákvæmt, það er erfitt. Sterkur Sage-veggur hérna og hans Omen smókur í Heaven. Og þeir eru samt þessi sky-fuglar, hvað þeir eru örugglega ógeðslega leiðilegir þegar þú ert að reyna eitthvað að halda sætinu sko. Gott counterflash þarna hjá Omen. Herru, þeir virðast vera að ná að, þeir eru allavega að taka eitt treytirn á leiðinni inn. Benino deyr, þýðir ekki fleiri fuglar. En þeir eru komnir inn á, þannig að þetta er, brelli með gott pík Já, hérna. gott skot. Og þeir eru allt í einu bara orðnir 3 og 2. Þeir hljóta að vita að Sova er ulta, já. Þeir áttu sig á því að hann er bara með ulti sitt, hann er hérna back, brelli keiri bara í hann með hann er ulta. Já, það er hann bara ótrúlega vel gert hjá Lind, rosalega Þetta gott. var frábært retake. Þeir þurftu að delaya þá aðeins lengur þarna til þess að halda þessu. Og voru mollýjar á bombunni og Sova ult, en þeir komust bara í þá aðeins og hrætt þarna. Þeir leifðu þeim að komast í gegnum Sage-vegginn sko, þú veist, og ætli það hafi ekki verið bara út að þeir voru allir flassaðir eða eitthvað, þú veist, það er eina svona ástæðin sem ég sé eitthvað svona í fljótu bræði. Awesome Day hleypur þarna inn, þú veist, nær einum orðunum við treyta og þá einhvern veginn komast þér inn og þá er þetta bara orðunum svo svolítið erfið staða fyrir gutta sko. Það er eitthvað default bara í gangi. Já, ég fíla þetta að brella sko, ó nei, óheppinn. Ég ætlaði að segja að ég fíla svo mikið hvað hann er að jiggle píka en hann ákvað hann að fara í eitthvað snakebite og bara var refsa fyrir það. Fyrir Benino hérna, nei ok, hann reynir ekki að taka fætin. Það er bara innfóðið. Skynsamur að bakka það. En hvað, ok, slikkandi með vappan, nei timing, sá hann ekki í puttana á óminnum hann, Þetta var ótrúlegt. Tvöfalt eiginlega. Já, þeir timingu eiginlega báðir bara einhvern veginn hvern annan eitthvað, ég veit ekki, þetta var mjög fyndið allavega. En núna eru þeir komnir í 4-4 með þessu killi og slikkata, þannig að það er spurning hvað kutar gera. Þeir eru ennþá bara að venda vel, Kittu fyrir mig gott pík hann. Já, sér hérna aðeins í Psycho. Ok, núna hlýtur slikkati að pæla hvort það séu, þeir eru nefnilega drápu Awesome Day á C sko. Núna hlýtur hann, ok, þetta er bara ágætt manúver hjá hann að færa sig einhvern veginn hérna guðstakki á hann. En já, þeir hefðu nú eiginlega átt að vera bara búnir að róta þetta C sko, leið og Awesome Day dóðar. Og Óminu var eitthvað að pússa glugga. En ok, Benino kemur hana sterkur og slikkati bara með línuna, flott. Þetta var bara Verðast vera mjög öruggir í þessum retakes. Já, það var náttúrulega þarna retake það sem að Aron í kuttum hljóparni í gefnu kringu defaulti og sé og fór svolítið illa með það en allavega retake sem við séð síðan þá hafa verið mjög góð. Já, rétt. Þá er að sjá hvað þeir gera núna þegar þeir eru komin aftur í eitthvað svona deglu armor dót sko. Já, leyndum bara með sterkan efnahag. Það eru klálega búin að vinna sér hann inn sko.
Benino hérna, þú veist, hann er góðu gunn. En Psycho tekur slikkati á miðinu, við erum að tala um að slikkati var vappi, sko. Og Psycho var á deglu. Og hann er komið með vappan, hann bara tók vappan og hljóp út. Það er hrikalega mikið value í þessu. Þetta er svona round changing dæmi, sko. Þessu, þeir bakka bara allir á miðjuna og núna eru þeir bara allt í hennu komin í actually smá slæmar stöðu, sko. Þú veist, ok, núna veit Brella með vappa, þannig að hann er búinn að vera einmitt góður á svona jump píka, sko. Það er geggjað, hann jump píkar þetta bara, veit að vappir er komið fangað, hann er Viper, þeir eru nú alltaf að fara að keyra í hann allavega, þeir verða að spila þetta hægt. Ég vildi kannski sjá meira frá því hjá Lind að pusha aðra stöður á kortinu þegar þeir halda, þú veist, eins og Brelli jump píka þarna. Held hann hafi alveg séð 2 eða eitthvað. Sérðu Freezy kominn inn á aðeila? Ja, hann getur nú bara TP-að framhjá þessu og farið svo dýla með það ef hann treyst sér til þess. En sérðu þegar Benino er að koma aftur á aðeil, þeir vita að það er eitthvað skrítið í gangi. Já, það er... Þeir smóka þeir byrja executið. Þá hljóta þær að vita þetta. Heyrðu, hann næri ekki að utilisa trippin, hann að. Benino, svolítið óheppilegt. Og Psycho er ennþá terspon. Tekur út Awesome Day, þetta allt í einu orðið 3-5. Ég vil láta þeir hafi verið eitthvað svona eco pistol buy eitthvað. Sjáum hvernig kamerunni. Þetta er erfitt retake, geta felur sér þetta bak við vegginn Freezy, alveg geggjað. Psycho kom með 3 kill. Hrikalega stórt round hjá honum. Hann er klárlega maður þessar rounds að bara sækja sér vappa á miðinni, er þetta ekki að djóka? Tók út vappan og tókst þú 2 með honum. Já, bara, þú veist, þetta var bara Jet með deglu og drauma og hann lét á rætast, sko, það var bara ótrúlega vel gert í honum. En já, þetta var þeir eru svo skilið fyrir þetta round en einmitt, economy hjá Lind var orðið hansi gott þannig að þeir hafa allir efna á kaupi og slikkandi getum verið að fara aftur í vappan. Já, þeir eru með hrikalega sterka nefnahaga en þetta var svo sannarlega mikilvægt round. Já, þetta var rosalega flott round hjá Guðum, sko. Slikkandi ætlar að taka Wardellin á þetta og vera eitthvað svona rotating vappi. Sniðugur aðna byggja ekki aftur, sniðugur að byggja ekki aftur, sko. Ef betur, gera það núna, eða heldur hann bara annari línu. Sýnist hann halda annari línu, en þetta er skynsamlegt að taka ekki rípíkið. Þú veist, Brelli bara þolir með henn að nenna að hoppa svona fram og tilbaka, sko, en það borgar sér samt svo mikið. Heyrðu, slikkandi nær honum, Psycho reynir að taka crouch-píkið. Crouch-píkið, já, hann var mikið sjálfströst eftir senasta round. Já, ég hef náttúrulega verið til í að sjá hann hérna taka ressa Psycho. Herru, og slikkandi nær að giska sirka hvar þeir eru með að vera þessi, ok, geggjað. Mjög gott. En svo hérna Freezy aftur komin, Kitto fer bara drullu flottur á því, bara mætir hann inn og bara, já. Það tekur Freezy í rörkinu. Já, það er mikilvægt, mjög mikilvægt. 3-5. Awesome Day ennþá að halda, nei, herru, hann er bara instant. Já, þetta var svolítið skrítin lína til að reyna að halda eitthvað á móti vappa, sko, þú veist. Já. Kaffi bara í miðjum smóknum þegar hann er drefinn. Ok, Aron BS kominn 1 og 2, þetta er alveg winnable, sko. Þetta er alveg doable dæmi. Núna þurfa bara Slikkandi og Benino að vinna vel saman. Spila af plantinu kannski. Nei, hann... Já, það er sko, ég held að Aron hafi alveg átt að segja á því að þeir voru að spila á plantinu og bara ákveða að reyna frekar að fiska sér 1v1, sko. En það er svolítið erfitt þegar þú ert basically að giska hvar vappin er, sko. Þetta var mjög erfið staða fyrir Aron en ég held að það var bara skynsamlegt að reyna að ná pikkinu. Erfitt að vera á móti Sky flassi þarna líka og... Já, það er náttúrulega alltaf hægt að segja svona hvað ef, sko, þú veist. Já. Það gengur eitthvað illa að Brella til þessari... Það verður bara að lifa með því greinilega. Benino dismissar hundin og reynir að fara í bara gunfightin en Psycho tekur hann út.
Þeir eru samt bara 3 að fara í áttina að A. Bomba á leiðinu að sé, sko. Brelli tekið vel niður þetta. Held að, sko, Kittofer var nýhættur að kíkja í myndavélina sína til að þeir hljóta að sjá að þetta er ekki nógu hröð kyrrsla til að vera, sko. Þarna fær hann infóið. Þeir eru komin að sé. Já, kíkt enginn af þessu paranoia heldur. Það er samt svo mikil tíma eftir í rándinu, sko, að, þú veist, síðan eru þeir bara núna að fara aftur á. Mér finnst leynd samt búin að vera mjög, sem sagt, mjög góður í þessu rándi með að, mörg liði væri bara búin að hlaupa fram og tilbaka eins og vitleysingar, sko. Já, þeir eru alveg yfirvegaðir og er ekki að gera bara eitthvað, sko. Kaffi nær hann að brella þegar brellir henni. Hann var náttúrulega orðinn svo lár, erfitt að, Sko, nú er spurning hvort það er ætla eitthvað að reyna að fara í, þú veist, 5v3 retake eitthvað, sko. Þeir hafa eiginlega ekki peningin í þetta núna. Nei, ég held nefnilega ekki, sko, og mér sýnist það vera lendingin hjá þeim. Sýnist þeir ætla að halda bara, ég meina, sér stöðuna sem eru, þú veist, stöðuna sem eru að taka, sko. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Here. Mér finnst það bara mjög skynsamt aðeins, sko. En mér finnst samt, já, þeir kannski hefði ekki þurft að píka þarna. Þetta var kannski, þeir hefði kannski bara átt að setja upp eitthvað cypherdót og, þú veist, og síðan bara láta slikka þetta, halda línum og, þú veist, og Kittofer og, The Awesome Day bara halda varalínunni, sko. Þú veist, slikka þetta tekur 1 skjót, beilar og þeir eru svona til vara. En það er alltaf hægt að vera auðvelt veitur eftir, þú veist, auðvelt að vera veitur eftir á, sko. Já, algjörlega. En ég meina ef að kutarn á fleiri svona rándum þá er þetta náttúrulega bara fyrir þetta að vera jafn leikur inn í hálfleik. Við verðum að sjá hvað er alltaf að gera í því. Nei, herri, Dökker nær pikkinn á Benino bara með semi-blinda, ultinu bara. Hrikalega gott pikk og mikilvægt fyrir Kuta. Ekkert smá. Sjáum hvernig brellin er að taka á móti þeim og hann Kittofer er komin inn og hann nær að dodga, sem sagt, núna hlýtur hann að vita hvar hann er hérna í hotinu, já, nær því, síðan nær hann ekki Freezy. Nei, er hrikalega flott að ná Aroni. Já, þá losnar við þetta Killjoy utility á, bombunni og þessi Psycho er hérna með gott lög. Og þetta horfir í burtu. Nei. Ha? Nei. Þetta var ótrúlegt. Þetta lukkaði halva sekundu þessu eitthvað spinnbot, sko. Hann var bara, ég held að hann hafi í alvörinni verið hlaupandi að hreyfa músina ennþá þegar hann skaut Psycho í hausinn hann, sko. Þetta var rosalegt flikk á Awesome Day. Já, og herru, slikkandi nær að komast inn og ná Dökker. Þarna hefði Awesome Day eiginlega þurft að ná Freezy, sko. En þá hugsa ég þetta sé búið fyrir Kittofer, sko. Já, hann hoppar niður á kaffi, bara tekur hann. Hann dassar þarna bara fram hjá Freezy og tekur hann sjórstinu. Já, það hefði þurft einhvern veginn svona meira support, einhvern veginn. Já, meira fylgja eftir þessu meira. Já, hefði verið gaman að, hefði verið gaman að sjá hvort að, Slikkandi átt einhverja smóka eða eitthvað til þess að, þú veist, reyna að loka á einhver angul meðan hann gerir svona excessive play, sko, en þú veist, munum ekki sjá það núna fyrir einhvern tíma seinna. Herru, Kittofer, hann bara hljóp, hann hoppaði ekkert, hann bara hljóp fram og tilbaka. Þetta var alvöru pík þarna. Já, svona píka menn þegar þeir vita að það er ekkert sem getur meitt það, sko. Sjáum að Brelli er aftur með ulti á miðjunni. Þetta ult náttúrulega er rosa þægilegt. Ef þú ákveður að gera þetta, nota það bara strax í byrjun á rándinu. Lokar á rosalega mikið af möguleikum. Þegar Psycho næri Awesome Day, skýtur hann væntanlega yfir vegginn í glugganum í garage.
Þeir splæsa En í síkarana líka sem gefur þeim svo sem ágætur upplýsingar þetta sé ekki A. Brelli þorir ekki að kíkja lengra, vill halda últinu sínu. Psycho hérna á C-longinu. Smókar og gerir læti. Þeir að fara yfir á aðeins. 30 seconds left. Já, slikkandi kollar það örugglega núna sko. Já, sér það allir að róta þetta. Já. Freezy aftur, últar aftur þarna undir heaven. Þú ert búin að vera ágætlega sterkur leikur núna og nærðu backsætinu svolítið vel sko. Það er alltaf ákveðin hætta og getur líka bara verið skorið. Herru, Benino nær einhvern veginn að jiggla þetta. Úff, en tekur rosalegt damage frá þessu sjokkdart sko. Gott sjokkdart þarna. Herru, núna farið þið bara í heaven, náið í byssuna og og kallið þetta gott sko. Þið eru ekki að fara að 5v3 þetta reyting sko. Þetta er last round. Þetta er last round. Ég gleymi alltaf að fylgjast með það sko. Já, bara YOLO-jumpið. Það virkar ekki. Það eru 6-6, það verður ekki jafnara. Nei, það er rétt. Það er en spurning sko hvort að liðir eru búin að vera að standa sig almennt betur á defense og offense í þessu móti sko. Það er svona... Það væri mjög fróðlegt að sjá það. Hvort að... Alarm bot out. Og líka hvernig það er, ég var nú til að sjá það hvernig það er á Haven og kannski er svo split. Já, náttúrulega mikið tala split sem defense-sided map sko. Já. Placing sentry. En sjáum hvað Lind ætla að gera, hvernig þeir ætla að spila þennan attacking half og þeir virðast ætla að taka einhvers konar A-fókus hérna í byrjun. Psycho og Freezy að gamfla frekar mikið einhvern veginn á shorti hérna, þeir bara taka sénsinn á að það sé ekkert long. Ef að Psycho nær að beita hérna, þá kannski gera þær ekki ráð fyrir Freezy. En Freezy píkar samt, en sjáðu, þannig rotator svolítið hratt af þeim. Þeir eru hins vegar líka með killjoy utility bæði á mid og í garage. Já, þetta er mjög sniðugt. Þeir eru með smá info út allt. Það er bara eitthvað svona flash orustað hérna í gangi. Já, ég held að Benino sé svolítið að reyna að selja þeim bara að þeir séu ennþá þarna sko. Já, þeir eru ekki bara með alarmbótin, heldur þeir líka með vegginn sko, þannig að þú veist, það var ekki mikil hægt á þessu. Benino óheppinn hann gerir ekki ráð fyrir einhver síðan hlaupa bara niður langið. Byrjar að miða aðeins framar heldur en það. Gott pick hjá Psycho þá. Já, mjög gott pick og þeir eru að veðja á rétt sæt, þeir eru alveg fastir hann bara á aðinu. Mér finnst Freezy svolítið fyndnum stað, hann er eiginlega bara þarna CT-spawn. 30 seconds left. Já, það eru Brelli nær þessu pikki bara. Sjá hvað við gerir, hann nær einum og nú svolítið nær að treyta, hann er 3-3, ennþá jafnt. Þeir eru náttúrulega með Viper sko, ef þeir ná einhverju postplant-dæmi þá gæti það orðið ansi hættulegt fyrir Kudda. Já, góð sóadart þarna tók aðeins niður. Scanning ahead. Turret out. Sjáum hvernig þeir spila þessu, mér sýnist Viperinn búin að vera að taka sér stöðu á long sko. Já. Þú getur bara, þú veist, denyað diffuse í x langa tíma sko, hann með ekki vera ofljótur á sér. Þess að verða hinir. Mjög snöggt trade. Já. Tekur Kiddo fyrir shortinu, þannig að það er bara Brelli eftir. Herru, ok, leið hann er búinn að ná Aron, þá núna ætti hann að geta denyað þessu með fer hérna í herru, hann dökkar nær að diffúsa þetta. Þetta var eins bara close þá það gerist sko. Já, mér sýndist það að þetta var bara, hann var bara hausaður hérna bara, þeir var bara nýbúin að diffúsa. Þetta er náttúrulega, þú þarft að vera ákveðin meðla til þess að stikka bombuna svona sko, í þessum ástæðum sko. Já. En stundum borgaði það sig sko. Já, þetta er bara, maður reynir að gera þetta alltaf. Pros don't fake. Já, pros don't fake sko, það er ástæða fyrir að það er hluti sem fólk segir sko. Það er bara eitthvað svo nett við það að diffúsa sko. Það er bóttið nettleikinn sem er að, þú veist,
sem er svona breytan sem skiptir máli það sko. Þeir eru að reyna að vinna eitthvað með séð náttúrulega sko ágætis hugmynd ef þú ert með deglur sko út af því að þú veist þú gætir í rauninni verið bara með long range advantage gegn þessum Spectre sko. Já, þessi Psycho mjög aggressífur hvað hann pússar niður meinið þarna á A-inu. Já, þú færð svo mikið info ef þú nærði sko, þú veist þetta náttúrulega gamble play sko en Já. kannski minna gamble þegar þú ert að spila mútið Eco. Þessi að Brelli að bíða eftir einhverju pússi þarna var Kitto verið svona semi að bíða eftir Psycho en síðan þetta er samt svo mikilvægt við svona púsina, ef þú nærði einum þá bara bakka komið það svona Já, það eitthvað sem ég hef aldrei lært til dæmis. Herru, Brelli nær dökkur og nær að keyra inn í garage en Freezy síðan bara á window þannig að þetta var ansi vel gert hjá þeim. Já, þeir slökktu í þessu mjög hratt. Og núna eru þeir bara aftur búin að dreifa úr sér sko, það er voða lítið sem Awesome Day og Benino getur gert. Þeir gætu náttúrulega reynd að fara í, nei það er ekki nægu tími sko, þeir verða núna bara að keyra hérna, sjáum hvernig Psycho tekur lóta, hann heyri potið í ef núna og tekur sprayið og recoil resetur og bara, Já, mjög vel gert hjá Psycho. Leifir ekki blandið. Já, það er náttúrulega mikilvægt, deniða þessu plandi sko. En þá eru kutar og bónus og Lind komin í bæ, sjáum hvað gerist þá. Utility er samt eitthvað og náttúrulega þessi degla kannski eitthvað að gera slæmt fyrir Benino, hann er bara með half armor en sjáum samt hvernig það gengur. Já, það er flókilegt að sjá hvernig þið spila af þessu svona Það eru þessu Psycho, bónus. já, hann fer svona nettagressi, hann ætlar bara að taka þetta hotnana með hnífana. Jú, hann fer pottet lengra síðan sko. Ég held að hann vilji fara lengra. Vá, timing, ertu ekki að jóka? Ótrúlegt Þeir sáu timing, hvernig hann næsti sko. Hann er flassið, hann keyrir samt ekki eftir því. Hann ætlar bara að halda þessu hotni, þetta er enda mjög erfitt hotn. Þannig kemur hann, sýnir sig, treyta strax, ok, það er bara fínt. Búin að ná einni byssu. Það er enda satt, þetta er rauninni bæðilega að gera vel, gott að ná treytinu sko, en slæmt að missa byssuna sko. Sér að þeir eru bara að spila með Killjoy utility, já, það við sjáum hérna að byssan var skilin eftir, þannig að það gæti verið að einhverjur úr kutum reyna að ná í hana bara. Þeir eru að spila bara með Killjoy utility, nei, dökkur er mættur að sé, ok. Þannig að núna er þetta svona frekar even defense. Alarmbotinn enda miðinni, Killjoy Kitto fyrir næra entryja, flott, sjáum hvað dökkur gerir. Hann er tilbúinn fyrir þá og nei, þetta voru frábær skot. Geðskot sko, vá, þetta var geggjað. Og hann fær infoið hérna. Nei, hann sjokkdartar. Virðist ekki gera mikið damage, jú, alveg smá. Það er en núna er Freezy, hann er komin í bak, það gerir náttúrulega eitthvað svona postplant dæmi og Brelli nær ekki að venda Awesome Day nógu vel. Núna er hann að drífa sig í line-upið og það er spurning hvort að, kaffi bara keyri í hann. Þannig að það er spurning hvernig þetta er. Já, kaffi nær hann var orðinn svo lágur sko. En við sjáum samt að dökkur defusaði bara samt, já, Mollin lendi hann aðeins aftar, þannig að kannski, hann var náttúrulega undir mikilli pressu þegar hann að gera þetta. Já, yngri smá sko. Núna eru Lind komin í ansi erfiða stöðu sko. Þeir, kutarornir bara komin með full buy og þeir kominir í Sherifa og armor bara. Og Psycho komin á vappan. Maður reynda getur huggað sig við það á Haven af öllum borðum þá er allavega einhverju 4 eða 5 staðir sem voru kannski vappa í staðan fyrir bara einhverju 3 eins og mörgum stöðum. Þannig að minni líkur á að reykist á hann sko. Slikkati nær í orbi, hann er grimmur að ná í þetta. Já, Psycho var að pæla hvort að Slikkati myndi hoppa hanna yfir til að píka hann. Já. Það er skemmtilegt angur. Já, ekki bært í sjálfur. Sjáum hvort Benino kíkir. Já, hann kíkir og Freezy er tilbúinn að TP í burtu. Hann er rauninni ákveðin hátt beitar hann út úlfinn sko.
þeir eru mættir inn í rótgöti. Freezy að TP hérna í baki á Awesome Day og tekst það og þá komið bombu. Hinn allir eru fastir inn á bara. Þetta var erfist það. Mjög erfitt. Þetta var vel haldið hjá Kutum. Fyndið að sjá þetta þarna svona einhvern veginn, sjá þetta frá sjónarhorni einhver sem var inn á að sér og Awesome Day flassaðir að bakka þarna inn í hornið á sama tíma og Freezy að TP að þangað sko. Það er svo ómöguleg staða fyrir Awesome Day sko. Það sjáum við hvað ég gera núna þegar við erum komin aftur í kaup. Awesome Day ætlar hann að píka vatn, já, það var ekki, við sáum það ekki nema bara á minimappinu, en Awesome Day píkaði vatn og bara dó. Og Freezy hérna að pussa gott info, þeir eru mikið að komast upp með þetta, að bara pussa til að fá info. Það skiptir svo miklu máli. Freezy paranoia hérna. Ég séu samt, Benino er komin í skemmtilegast að þetta er rosalegt off-angle. Það er spurning hvort það ná að vinna eitthvað með það. Sjáðu hvað Aron hreinsaði þetta vel. Já, mjög var sig. Já, ekkert smá, þvílíkt awareness sko. Nú er þetta 5 og 3, þetta er mjög erfitt. Já, verða það ekki bara að reyna eitthvað jólodæmin og reyna að ná bara plantið hann að fremst á B. Já, þeir voru svona að reyna að vinna það angul held ég en umlega slikk. Núna er þetta bara spurning um að halda sko. 30 seconds left. Ok, Brelli nær einu pikki. Þeir ætla held ég að reyna að fara í eitthvað jóloplantina. En Dökk er með ult. Þannig að, já, það denier þessu. Og hann nær að klippa Kiddo fyrir þarna. Þeir hafa samt ennþá nægan tíma. Og Brelli klára skotin. Óf. Engin smá, sko. Hann hefði alveg pottinn á Dökkar hérna, sko. Kappar. Það er svona kaupum við aldrei Phantom, krakkar. You don't deserve my inventions. Já, þetta er orðin ansi erfið staða fyrir leynd, en þeir virðast nú geta slengt saman einhvers konar kaupi. Geta tekið Sovietbæ á þetta, þar sem að fremsti maður kaupi byssu og hinn pikka hann upp ef hann deyr. Það er mjög bara flott kaup sko. Já, Benino verður að flassa þetta almennilega ef að Psycho ekki bara pikka á. Nei, ok, það kemur smókur. Úf, þetta var örugglega bara pixel frá því að lenda í Benino sko. Þetta blind shot sem Psycho tók sko. Já. Úf, það er kaldur Psycho sko. Hann stóð þarna og lét flassa sig bara til að... Já, það sér að þeir eru strax búin að taka 2 hérna. Já, Freezy náði þarna pikki og og síðan var slikkandi tekinn út af miðunni. Þeir nota ressið. En Benino er satt fastur í hotninu hann sko. Hann gæti nú farið fyrst að smókurinn er þarna. Það er spurning hvort að hann ætla eitthvað að reyna að selja þetta sé að fake sko. Hann næra whiteswinga þetta. Þetta er alltaf þessi spurning hvort þú sérst að fara whiteswinga eða taka svona lítið pík sko. Og slikka Psycho er allavega að halda stuttangulinu. Benino nær aftur að dodsa hann. Þetta er rosalegt. Núna held ég að þú sérst ekkert að fara reyna meira Benino sko. Það er í alvörun, hann kemst upp með þetta í 3. skipti. Honum er alveg saman. Já, en herri, þeir eru komnir, honum virðist að hafa gengið ágætlega út af því að þeir eru komnir inn og sé og það var bara... Gott entry frá... Já, og Brelli með ultið, þannig að ef þeir ná að planta sig hann, þá getur þeir verið í nokkuð góðum málum. Brelli þá bara ná að halda sig lifandi og vinna eins með eitthvað, þeir ná plantinu
Ok, Brelli nær Psycho, það er geggjað. Freezy samt hérna komin inn á. Og kaffi. Þetta er gott. Góð moments hjá Brella. Frábær. Hvernig spilar þetta? Já, góð moments, en þarna var Dökkur bara örlítið fljótari, örlítið snegri. Núna Dökkur var á ofskriftum stað, held að Benino ekki búist við honum. Ég held að þetta þarna hefði bara verið spurning einhverju örfá millisekundur þarna, þetta flick Brelli vs. Dökkur sko, það hefði verið allt annað round sko. Já, þetta var hrikalega gert hjá Brella. Ef hann hefði náð einu killi viðbót þá þetta hefði sennilega verið unnið sko. Þá er bara búið að íta þeim í match point sko. Bara kutar hérna með 6 round í röð í seinni hálfleik. Já, þeir eru með svona lala kaup. Já, ég er nú ekki að sjá neitt sem að eitthvað hefði þannig séð svona mátt gera betur eða eitthvað, eða kannski bara, núna eru þeir að fara mjög hratt. Þeir eru bara að fara virkilega hratt, hafa þeir gert það svona, kannski fyrsta rándið? Jú, mögulega, já, fyrsta rándinu en annars hefur þetta verið voða mikið, sko, bara þreifa fyrir sér og róta. Já, ok, slikkaði mig gott pikk hérna og lætur sér bara hverfa, bara fínt. Vinna henni búinn. Kitt og fyrir, heyrðu, og síðan nær Brelli að Psycho ekki í vegginn. Benino kominn inn og þetta var nú ólíkt honum að viffa þessu. Og Brelli ekki alveg nógu vel. Tekinn í bakið þarna. Heyrðu, ok, slikkaði með... Slikkaði, svakar ránd. Þeir eru 2 og 2, þeir eru reynda með spækin. Þarna inni á B, sko. Mér sýnist samt Dökkur er one shot. Já. Og Freezy er á svona stað sem að annarkvort er hann að fara að virka rosalega vel eða bara rosa illa. Svo hann sér hann. Nei, Það einhvern veginn rakst í hurðarkarminn. Úff. Þetta var óheppilegt. En skemmtilegu leikur, samt sem að er. Og fyrri hálfleikurinn var ótrúlega jafn. Mjög jafn og skemmtilegur. Brelli átti frábæran leik þarna. Já, MVP. Þetta var, þú veist, Slikkati og Brelli MVPs. En það er einmitt kannski málið, sko, að þú veist, Benino, ég er ekki að segja að hann hafi verið eitthvað rosalega slæman leik, ég meina, þú veist, hann var alveg, þetta er rauninni bara málið með Sky, þú ert svona pulling your weight á annan hátt, sko. En gaur sem er jafn hittin og Benino ætti samt kannski betur heima á öðrum agent, ég veit ekki, þetta er kannski bara eitthvað sem ég vildi prófa. Já, hlýtur að vera eitthvað þarna á baku þessa ákvörðun. Já. Og hann var með frábær flöss og svona, en kannski ekki að ganga alveg upp eins og ég heldur. Já, það verður gaman að sjá hvort það er allir samt að halda áfram að vinna með þetta eða fara í eitthvað annað. En við allavega tökum okkur núna smá pásu, 5 mínútna pásu, áður en við förum í næsta leik og sjáum hvernig hann verður. Það er svo spennandi allavega. Já, ekki spurning.
verið velkomin aftur. Áður en við hefjum annan leik, þá ætla ég kannski að ávarpa nokkrar spurningar sem ég sé hérna í spjallinu. Er Taibo í titlinum? Já. Er Ótti ekki að keppa? Jú, seinasta leikin í kvöld. Sem sagt, já, í rauninni það var klúður með titilin. Ég get ekki breytt honum. En það eru sem sagt einmitt núna er annar leikur í viðureign Kuta og Leyndar. Þegar sú viðureign er búin þá förum við yfir í viðureign Kuta og Drottninga. Og þegar að sú viðureign er búin þá förum við í einn leik úr viðureign Ótta og Vitka. Það var 2 leikja viðureign en sem sagt, myndbandið er sem sagt korruptaðist af öðrum leiknum, þannig að við fáum því miður bara að sjá annan af þeim leikjum. Hvenær er næsta mót? Það er góð spurning. Það er búið að vera að tala um það að það hafi hentað ágætlega að þetta mót sé ekki að klassa við Counter-Strike-deildirnar hjá Rísi. Þannig að það er spurning hvort að við höldum áfram að vinna í kringum þær, sem myndi þýða að næsta mót væri kannski í kringum áramót eða eitthvað svoleiðis, en það er ekkert ákveðið ennþá. Við verðum bara að skoða þetta. Hvað getum að hlusta á tónlistina hans Rottukongs? Þetta er Epic, ok, ég held að hann væri mjög ánægður að heyra það. Rottukongur er spilari í mótinu og það er hægt að finna hann á Discord-servernum, hreinlega bara, fyrir mótið. Og ég skal setja upp núna þegar leikurinn byrjar, þá setja upp auglýsingu innan í vinstra horni sem ég glemdi að setja í senasta leik og þar er linkur á Discord-serverinn. Þar er hægt að finna Rottkong og senda honum skilaboð bara. En að því sögðu þá ætlum við Maggi bara að fara að henda þessum leik í gang. Er það ekki, Maggi? Jú, ekki spurning. Bara... Snilld. Þá er það svo Bind og þarna sjáu þið auglýsinguna. Vona þessi Discord-linkur sjáist. Slökkum á þess að meðan við sjáum pikkin. Kveikjum síðan aftur á þessu. Já, næsta mappi Bind. Og í þetta skipti eru það Kutar sem að byrja á defense meðan Lane byrjar á offense. Sjáum að núna er Benino að hovera Jettin. Að mínum mati eðlilega pick. En við sjáum hérna Freezy sem var Omen í senasta leik. Hann var kannski bara eitthvað að stríða okkur með því að hovera Yoru. Ekki það, Yoru getur verið ótrúlega skemmtilegur á Bind. Psycho sem var Jett í senasta leik og hovera Astra. Við höfum ekki séð nóg Astra á þessu móti, að mínum mati. Nei, mjög lítið. Við erum eiginlega bara búin að sjá Omen og Viper og eitthvað smá Brimstone. Já, þetta er svona nokkuð eðlilegra dæmi að slikka til að taka Reysin. Mér finnst Reysin mjög öflugur á þessu mappi. Choose your agent. Já, það er svo mikið af svona þröngum göngum og eitthvað svona. Það er bara, þú veist, það hendar ótrúlega vel að vera með Reys. Í rauninni á þessu mappi er Reys að púla double duty sem bara Sentinel og Duelist Þess að Viper hefur verið svolítið mikið núna undanfarið í Bind. Búið að vera mjög gott að sjá Execute sérstaklega á A með Viper. Þú veist, til dæmis eins og A, þetta er svo ótrúlega stórt bombsite að það er geggjað að vera með vegginn sem er náttúrulega risastór, þú veist, eða svona svo langur. Nærð svo miklu, Sen hefur maður náttúrulega líka séð bara fólk púla einhverja svona gæði eins og að setja vegginn í gegnum portali og þá er hann allt í einu bara 4 sinni lengri heldur en hann á að vera Einmitt. Það er svona alls konar skemmtilegt hægt að gera. Við sjáum hérna að sem sagt Kutar þeir fara beint í 3 á B. Þetta getur verið svolítið sterkur leikur út af því að það er oft talað um A sem auðveldara sæti að retaka. Ég veit ekki hvort það sé satt lengur, það er kannski bara svona, fólk var að tala um það fyrir nokkrum mánuðum síðan
En sér annars svolítið skemmtilegt og ég sé að sem sagt, Kutar fór í það að ég er búinn að sjá þetta svolítið mikið í efri-deildinni að í Bind þá er Viper Double Sentinel. Það gerir bara defense ótrúlega auðvelt í rauninni. Þú veist, bara Viper er bara geggjað defense agent á þessum mappi og síðan ertu með 2 Sentinels í þokkabót, þú veist. Þetta bara verður ótrúlega erfitt. Pússa inn í þetta. Já, menn er að veðja mjög mikið á defensið. Það er kannski auðveldar að pugga defensi sko. Ef liður ekki búin að vera að æfa sig nógu vel þá er svolítið erfitt stundum að spila að takka bóti góðu liði sko. Sjá, hann fór. Já, sjáum samt að séru, Kutar eru bara komnir í rotate í rauninni sko. Þeir eru 4 inn á B. Þannig að leyndin og valla fara, þú veist, pressa þetta. Nei, Þeir að taka DP-ið. Þvílíkt góð tímasetning. Veggurinn bara dettur niður bara meðan þeir eru. En sjáðu hvað kaffi var fljótur. Hann var greiðlega mjög aftarlega. Þeir eru bara komnir allir hérna. En slikkandi Þetta var skrítið. Kitta fyrir af hverju tókstu upp hnífinn þarna. Hann sleppur lifandi einhvern veginn. Benino í ágætri stöðu. En hann kannski óþarf að svinga þetta. Ok, núna svingaru. Þetta er bara flott spilað hjá Benino hérna. Nei, þeir eru komnir. Hann Dökker var komin inn í lamps og eiginlega eyðilaði þetta fyrir Benino sko. Mjög erfitt að spila sig út á þessari stöðu og Dökker bara tilbúin fyrir að slikka þetta. Úff. 3K hjá Dökker. Já. Hann var að spila Sova á senasta mappi, eða ekki? Jú, Sova á senasta mappi. Já, þetta var bara flott 3K og Psycho þarna með 2 og það byrjaði nokkuð vel sko, eða þú veist, þeir voru samt svo fljótir að laupa aftur tilbaka sko, að Kutar sko. Þetta var mjög Það var, já, eins og þeir hafi verið nokkuð tilbúinir samt sko. Ætlar Psycho að píka hérna, ég held það. Píkar eru í alarmbótinn, ef hann dassar í burtu þá er kannski alarmbótinn farin á að eldan. Nei, herri, alarmbótinn var miðað örlítið vitlaust greinilega. Fór ekki inn. Búmbóttin. Já, búmbóttin. Þetta er hrikalega öflugt þess að klíra húka. Mér finnst þetta alltaf alveg hræðilega pirrandi staðsetninga á þessu törretti. Þegar maður er að reyna að drífa sig þarna inn sko. Já, hálffalið þarna og bara sér allt. Þetta er bara alveg hræðilegt sko. En þeir eru mjög þolinmóðir í þessu noti, Kutar. Þeir vita náttúrulega þeir eru með betri byssur, þeir eru búin að taka út 1. Það er engin ástæða til að overróta þetta eitthvað, skilurðu. Það er bara... Og núna vita þeir að eitthvað í gangi. Frísi var samt rosalega fljótur að droppa paranoiðinni þarna sko. Já, svo smókar hann beint eftir á. Þetta var þetta að fyndið play. Já, þetta var skemmtilegt. En þeir eru ennþá ekkert búin að rótita út af því að þeir vita þeir eru með svo góða byssur og þeir eru ekkert að ágræða þessu sko. Aron tekur Kittor með Mollíinu bara beint fyrir neðan húka. Já, þetta var komboið af Mollíinu og slóinu sko. Þú veist, kaffi mætti bara inn og droppaði slóinu og Mollíu fór í gang og þá er þetta bara game over sko. Já. En þá sjáum við sko, þú veist, Psycho, hann hélt bara deglunni sko, eða sheriffnum fyrirgeðu. Þannig að ætlar hann að gera það aftur. Já, hann er bara 1 punkt frá ultinu sínu, auðvitað gera hann það. Þannig að, síðan eru þeir með Phantom, þannig að þeir eru basically með eins og 2 fullkaup ef maður horfir á það þannig sko. Já, þeir ætla að taka mjög aggressive approach hérna í showers. Já, en Benino heyrði í teleportinu, hann veit alveg hvað er í gangi. Dökker er reyndar sá sem með Phantomin sko, þannig að þú eimdúlar hann ekkert bara eitthvað, bara sí svona sko. En sjáum hérna, Psycho ætlar að pussa hérna longi, kemst hann upp með það. Já, heyrðu, hann missir allan ekki damage. Jú, hann missir helminginn. Já, aðeins tekinn á það niður. Já, Benino, séu hvað Benino veit þetta. En Dökker var fljótur í treyti. Já. Ég held að hann hafi ekki búist til Dökker alveg svona nálagt.
Þessi núna Dökk einn eftir að Kutar að lesa þetta mjög vel með að vera með að vera 3 Slikkata með 2 góð kills og þá mætir hann í rotate góð grena hjá Slikkata. Frábær grena. Aron þurfti bara að píka þetta í kjölfari. Dökk hann einn eftir með Phantom að vísu en samt 1-4 erfið staða. Þú ætti að vera duglegur að hafa í kringu þig núna, já, nær einum, nær awesome. Nei, og Brelli klárar skotin sín. Hann með 2 skot í séröfnum, flassaður, nei. Erðu ótrúlega vel gert hjá Dökkar. Úff, hvað þetta að spilast vel við fyrir hann, sko. Svo út bara, þetta alveg hrikalegur að spila hjá hann. Já, en byrju, nei. Bomba lengur fyrir utan, en hann bara píkar og næri því. Hann bara hljópað inn og kliraði 4 gæja og bara ég held að þetta round væri í vasanum hjá Lind, sko. Hann acear þetta. Já, bara litla ace, sko. Já, litla ace bara. Hrikalega vel spila, hann 9-0-0, það bara... Já, hann ekki í því að hjálpa öðrum, hann hjálpa bara sjálfur sér, sko. Já. Úff, Hrikalega vel spila hjá Dökkar. Já, það spurning, þú veist. Þetta ekki eins og auðvelt samt að horfa aftur og segja hvað hefði mátt gera betur en þú veist. Þetta ekki held að þetta hafi fallið í sundur leifið honum að komast út hurðina óáreittum og komast bak í kassan, sko. Við sjáum hvað ég gera þá með þetta halfkaupina eða svona serifkaupina. Það er svo kitt og fyrir hafi bara rétt svo ekki verið að fylgjast með þarna. Crosserinn var eiginlega ofan á kaffi, sko. Sjáum hvort að Benino nái, hann allavega nær einu skoti, einu hníf í hann, þannig að það er 50 damage. En hann er að verða að búa með hnífana sína, hann á bara 2 eftir. Já, þetta var cheeky peek hérna hjá kaffi. Kannski bara til þess að beita út hníf í rauninni, sko. Já, sennilega, sko. Og þeir eru bara, það er verið að hakka á í sig þarna á shortinu í staðinn, sko. Kaffi bara eitthvað með blind classic burstið þarna inn í smókin og Benino reynir eitthvað að kíkja þarna út. Já, þetta var vonlaus staða. Vonlaus staða fyrir hann, sko, að bara að segja hann vill. Svakalega vel haldið hjá þeim og gott þetta bett hjá þeim á Viper Double Sentinel, sko. Ég er að sjá það frá nokkrum liðum, sko, það virðist vera að borga sig. Ótti til dæmis runnaði þetta þarna í bænd gegn Lind, einmitt. Þetta í annað skipti sem Lind er að lendi þessu á bænd. Æ, þú veist, Benino, ok, þetta var fyndið pík, bara legga þér þarna, en allavega hann sleppir lifandi, þú veist, ok, maður verður að gefa henni það, þú veist. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Þetta er, sjáðu hvað kaffið er komin langt, og nær awesome. Það er bara, þú veist. Hrikalega gerð, svo bara fer hann tilbaka, mjög gott pick. Já, þú veist, komnum við pikk, núna eru Lind bara hrætti við þennan part af mappinu, bara í heild sinni. Þú veist, erfið staða, sko. Náðu líka awesome day, þannig að það er ekki eins og þeir hafa reynt að geta, þú veist, reynt eitthvað svona resurrection play eða eitthvað svolítið, sko. Þeir eru bara fastir hérna í 4v5 og séu Dökkar eru að koma aftur yfir A, bara Kutar eru alveg að lesa rotatin bara þvílíkt vel, sko. Þetta er hrikalega þétt hjá þeim hann á A-inu. Þeir eru samt að reyna að komast þarna inn. 30 seconds left. Og já, kaffi nær Slikkata í showers, Benino öfna dassinn, nær einum, hann getur hann eitthvað gert mikið meira, hann er komin í 12 AP, vinur hans er ennþá fastir, nei. Erfitt. Já. En það er samt spurning hvort að hann hefði ekki átt að vera svo sem reyndi að taka þetta dúel við kaffi þegar vissi að kaffi var einhvers staðar í kringu sjávar, sko. Spike planted. Núna þið planti, setja niður á landbóttinn og það Dökk bara svellkaldur, bara býður einhvern veginn eftir honum og þeir halda hans komin innar
En þeir allan að Brelli nær allan treytinu, en hann er samt komin í 1v2 sko, erfið staða. Já, þetta var orðið nokkuð erfitt. Thanks. Settu þarna niður á alarmbotinn og Dökkur bara gerði ekkert í, þannig ég held að hafi gefið þeim ákveðið svona false sense of security þarna fyrir utan lamp sko. Og síðan kíkja þarna fyrir hotnið og eru bara eitthvað, what, gaurinn er bara þarna. Já, bara óefna hjá honum að hitt ekki hérna. Já, Freezy. já, þeir ná allavega að swingan þannig að þeir ná treytinu, þú veist, það er eitthvað, en það er samt sko Kiddofer kom inn í það swing einhvern veginn að búast við honum miklu lengra inn í lamp samt síðan sko. Það veist, þannig að það var bara svona, Placing sentry. ég meina þetta spilaðist eins og þetta spilaðist. Og núna eru þeir hérna aftur 3B. Þessi Freezy bara tilbúin með hérna paranoia til að hægja á hérna, en Benino hleypur bara inn með stingarinn. Já, þetta Dassa var, bara með stingarinn. hann las þetta algjörlega. Þetta þeir keira henni upp shortið. Byrju, já, og Já. það er eins og Kaffi hafi bara haft erfitt með að ákveða hvernig hann ætlaði að skjóta, þannig að þetta dreifðist einhvern veginn svona yfir. Kiddofer nær hann bara. Benino komið framalega, ætlaði búist ekki við því. Svo, Líklega. þetta var Ærðu. geggjað. Hérna Dökkur Já. hoppar framhjá til þess að Psycho geti píka. Þetta var bara ógeðslega vel gert. Ok, ég skil ekki alveg af hverju Slikkandi var eitthvað að taka þennan séns og hlaupa þarna framhjá, eða hlaupa þarna yfir sko. Nei. Blocking sight. En allavega þeir eru komni með bombuna og eru 3, notuðu Killjoy í þeim að, en þeir eru með Killjoy Molly þarna á. Náðu hann að hafa? Ég veit það One ekki. enemy remaining. Já, en tíminn er að klárast. Bara hlaupi burti. Já, Já, já. þetta er samt Jæja. drifti. Komnir á blað. Já, klálega. Úff, og sjáðu hvað þeir eru low. Psycho og hérna, og Aron. Þeir voru bara, Aron var 7 HP og Psycho 20 eitthvað HP. Þannig að það bara munaði engu, þeir hefur bara náðu að taka alla byssundina af þeim. Einmitt. Það er alveg klárlega hjálpað í economy game sko, við sjáum að efnahagurinn er bara nokkuð fín hjá Kutum, en ef þeir hefur mist þessar 2 byssur þá væri hann, þú veist, þá væri hann ekkert geggjaður sko. Þá var þetta basl. Þetta var samt thrifty hjá Kutum sko, nei hjá Lind, þannig að hérna, það er gaman að sjá hvort það gefi þeim smá momentum. Placing swarm grenade. Búmbóttinn ratar rétt inn og Psycho hittir ekki og næri ekki að dodga búmbóttinn. Þetta er bara geggjað, ok. Slikkandi með mjög gott pick. Dökkur og Kaffi keyra hérna inn í portali. Getur verið svolítið hættulegt play, því að þú veist, síðan getur eiginlega bara svona fest inn í portalinu. Þeir ná samt að komast hérna bak við. Og þetta er ult hjá hérna Kiddofer. Return to dust. Hann sýnir sig síðan bara eitthvað þarna á longinu og Já. bara tekin út, næri engum í þetta ult og erfist Núna náðu þeir svolítið að þjarma að þeim. Benino hefði nú ekki þurft að hoppa þarna niður held ég. Nei. Og hérna er Aron, síðan Aron kemur hérna út úr elbow og bara nær þeimur og Já, hann tekur bara 3k og ekki málið. já, ég heldur hafi kannski, þú veist, það er reyndar sko þegar hann var nýbúinn að drepa þessa 2 þá hérna kom smókin á langt og síðan átti náttúrulega þessi veggur að vera þarna sko. Þarna var hann að sýna okkur og hann píkaði greinilega bara og náði 2, þú veist, það er bara mjög vel gert hjá honum og óhefni hjá Lind að hérna enginn að halda þessu angul og hann píka bara og tekur 2 þegar það átti í raunin að vera veggur og smókarna innan gæslappa sko. Akkurat. Placing alarm bot. Það er svona svona fer það stundum. Can someone get Spurning this? hvað þeir ætla að gera, hvort þeir eru búin að spila svolítið hratt, hvort þeir ætla að halda því áfram. Slikkandi sleppur rétt svo þarna sko. Það er gott pick hjá Kaffi og bakka það. Psycho gerir þetta aftur bara beið, þú Já, veist. já. Spurning hvort að Slikkandi hefði þurft að bíða örlítið lengur þarna sko. Fyrsta hérna Psycho gerði þetta í seinasta rándi sko, og þá hefði maður kannski geta spáði að spila fyrir rundar. Þeir eru komin inn á og Benino kom upp pick, það er 3-3, Freezy er alveg one shot, það er búið kappan væntanlega. Hann hleypur bara út og nær einu. Rísa pick. Denier plantinu. Mjög mikilvægt, já. En það er spurning, þeir típja, en sjáðu, Dökkur er bara eitthvað, hvað er Dökkur bara eitthvað ennþá að gera þarna?
Hann hefur bara lesið þetta. Það hlýtur að vera. Ætli það ekki. En, ok, hann, Brelli notar ulti sitt til þess að komast inn á. Dökkur píkar með utility uppi, en Brelli nær ekki kapitalæsa á því. Fer í plottið. Þetta erfið staða, en gaman að sjá hvort að Brelli ná að gera ykkur úr þessu. Þarna allavega búinn að hæja á Dökkur. Dökkur næra Flott pick. Já, geggjað. Núna þetta bara hann og Aron. Jó. Þetta var geggja klöts hjá Brella. En maður sá samt að hjartátturinn var örugglega komin upp í 240 eitthvað til lokin, sko. Hann var twitchy til lokin, sko. Og hann sagði það, hann var alveg á tánum og rúmlega það á senastu sekundum, sko. Þetta mikilvægt með svona rosalega defensive lið, það var bara hvert einasta round mjög stórt. Já, ekkert smá, sko. Svo núna þeir aftur 3 á B og 2 að taka aggressive showers. Slick Addi að taka svona defensive posture. Píkar nær einum. Ná ekki að treyta. Nei, ég held að Kaffi sé ekki með byssu. Ok, hann ressar, hendi grenu. Var kannski örlítið og sett með grenu. En sjáðu hvað hann tók samt mikið af frísi. Sjáðu hvert Benino komið. Viffar aðeins þessu. En nær samt Kaffi. Ok, þetta mjög góð staða sem þeir eru í 5 og 4 og hvert, þú veist, Dökkur bara hinum einu mappinu til dæmis, þú veist. Þetta basically bara 5 og 3 einmitt núna. Freezy ekki með byssu, já, tekur bara eitthvað jump peek, gerir sitt besta þarna. Og Benino allavega erfitt að þurfa að fara í reloadið þarna og enginn til að covera mann, sko. Psycho með bara þvílíkt updraft play. Það taka einhverja algjör að hitja á þetta, sko. En mér sýnist þeir bara að vera að bakka. Dökkur ætlar bara að taka TP þá, eða, já. Þetta var, ok, það virðist vera að virka ágætlega hjá Lind að fara A. Spurning hvort þeir haldi því áfram. Spurning hvort að Kutar breyti til og farið 3 á A. Þeir eru eitthvað ákveðið að segja hana. Jú, sýnist það verið niðurstaðan. Já. Gera lagfæringar, sko. Það er alltaf sniðugt. Það er allan að þeir eru að setja sig upp í A-take. Já, aftur slikkandi þarna í showers og síðan bara ok, búnir að shoulder píka þetta þarna og keyra Kaffi út. Benino með dashplay aftur gerir ráð fyrir einhverjum miklu dýpra inn í lamps. Þeir bara gerir ekki ráð fyrir neinum í þessu hotni þarna. Búið að koma sér illa fyrir á tvisar núna. Sjáðu, þeir eru búnir að svona semi-overrotate. Það er bara Psycho eftir 1 á B. Dökkur er núna að fara aftur tilbaka. Við erum alltaf að taka þetta hægt. Ok, Awesome Day nær counterpickinu. Og þá er það bara að heala sig og vinna eins með þessa jöfnu stöðu aftur. Þá er þetta alltaf verra að vera undirmannaður þegar maður er defense. Það þarf að dreifa einhvern veginn svona verra úr þér. Já, þetta er... Þeir eru samt ennþá bara að halda sig við aðeð. Þeir ætla að taka þetta sæt. Ég held að það eftir að virka ágætlega fyrir þá. 30 seconds left. Þannig að koma smókarnir. Það er raunin lítið sem að Kutar geta gert einmitt núna. Og Slikkandi með gott pick. Þeir eru með Killjoy ultið, spurning hvenar... Já, setur niður Killjoy ultið. En það er spurning hvort að Slikkandi geti gert eitthvað í því ef hann hleypur hann á baku triple boxes. Hann gerir það ekki, hann hendir bara grenunni og nær ultinu. Vá, geggjað. Já, mjög góð grena. Ekkert smá góð grena. Það er spurning hvort að þetta ekki bara unnið á rondi, sko. Bara þessi grena, sko. Psycho heldur áfram með vappan. Já, það er eins og hann gerir ráð fyrir einhverjum í sjá. Nei, þetta hlýtur að vera no-scope. Þetta hlýtur að vera. Og Dökkur nærinn á Awesome Day
Hann tekur næstu í brella bara við að reyna að skjóta hérna Last player standing. Kildofer. Sækoði bara beila. Já, hann baka Ok, bara já. heldur. Þetta er Þeir eru svona- búin að taka núna nokkur í röð. Já, sjáum það þegar skorbortið fer hérna upp þegar næst round byrjar. Þá hérna sjáum við að, já, þetta eru 3 í röð og Já. hérna og í rauninni sko, þú veist, þetta hafa verið 3 A-take sem hafa virkað og 1 A-take sem virkaði næstu í sem varð að B-klötsi hjá Brella. Þannig að Einmitt. það virðist alveg klárlega að vera að virka og þú sérð að kutar eru að adapta með því að fara 4 á A. Já. Og Þeir það eru er- veikir þarna. Já, leynd eru að kompensata fyrir þetta. Það er spurning hvort það hafi kannski bara verið eins og spar. Slikkandi bara Frábært dræpíkar þetta. Já, sérðu, Freezy er hérna með, þú veist, það er bara búin að ná 2. Bara, úff. Þau eru komin með byssu þarna í svörtunni. Dökkar reyningi að ná henni. Jú, Dökkar kom með byssu núna. Nei, þeir ná honum, ok. Þetta er, já. Þeir eru samt bomban er þarna, sko. Þú veist, þeir fóru 4 A út og þeir voru að rusha bara með einhverjum fensis og eitthvað. Já. Náðu bombin, sko. Þeir Já, ætla að ekki- gefa Tom eftir og þeir þurfa að bakka þarna. Já, núna þeir eru að bakka, sko. Og þeir fengi ekki einu sinni byssu úr því, en þeir eru manni yfir. Í það allra minnsta. Benino komin í daggarinn, ætla greinilega að fara hratt B. Það getur örugglega verið svolítið erfitt þegar það vappa halda í. Nei, þið gerir þetta ótrúlega vel. Leðu Benino dassar hann inn á þá veit Psycho að hann verður eiginlega bara að bakka og annars kemur bara einhverju hliðin á honum. Hann er mestalega einu. Benino farin að halda long og þeir ætla greinilega bara að halda aftarlega. Freezy með greinilega eitthvað TP-play fer bara og tekur 2 Vá, og gerir, tekur 2 nánast. já, nánast 3, sko. Hann TP-aði ultaði held ég bara hann í hotnið. Awesome Day veit ekkert af kaffi. Þetta er bara búið, sko. Úff, eins og þetta var nú gott round. Það er bara, þú veist, Freezy bara swingaði þetta og náði 2 næstu í 3. Það er náttúrulega bara Mjög sterkt hjá Freezy. ekkert smá, sko. Þetta var mjög, það gerði helviti mikið úr þessu rándi. Voru þeir ekki svona hálfköp, reyndar eitt Last vappi? round before the switch. Jú, þetta var 1 vappi og síðan bara pistols, held ég, pistols armor. En, já, þetta er rauninni, sko, þú veist, það er spurning hvort það hefur ákveðið klúður að fara bara allir á long, sko. En, hérna, Já, það var náttúrulega engin, ekki einu svona utility í hungarn. það var bara ekki neitt í gangi í rauninni neinstæðar, sko. Þú veist, þeir komum bara inn á plöntu og síðan fóru bara allir í Octagon, sko. Þú veist, Já. þetta er örugglega út af því að það var búið að vola elbow, þú veist. Þannig að þess vegna voru þeir ekki að hafa eitthvað þannig sem eitthvað. Psycho, þarna þeir píka Psycho vel. Já, þeir eru, þetta var frekar velkert. Benino aftur að dassa. Þetta er orðið aðeins svo predictable á þessum tímabúti. Það er það þarf að byrja að dassa hinum með við kannski. Herru, slikkandi, nei, Psycho bara með burst. Hrikalega vel gert. Ok, Awesome Day komin hana, herru, þeir ressa Benino, ok, þetta er alls ekki búið, alls ekki búið. 4 á 3 og komnir eiginlega með aðeins, sko. Spike planted. Sniðugt play á Freezy, láta á halda að hann sé upp í smóknum. Og Brelli ultar hann í bak. Freezy heyrir það en nær ekki að ná, þú veist, vel gert hjá Brella, sko. Já, þeir eru ómögulegri stöðu núna, þeir eru 2 á 4 og eru ekki með neitt real estate, sko, og bara, já, þetta er Poppar Molly hana og... Last player standing. Awesome Day nær honum, en já, Psycho nær einu við viðbútt, en þú veist hvaða máli skipti það, sko. Ég verði að segja, mér finnst Leynd búin að vera hafa komist vel tilbaka í þessum fyrir hálfleik. Algjörlega, þetta leit hrikalega út þegar það var held í staðan var hvað, 5-1 þarna og síðan bara náður að strengja saman þarna, ég veit ekki, 3-4 rándum. Þetta breytir öllu, það er, þú veist, 7-5 er miklu meira doable heldur en, ja, þú veist, já, þú ert bara næstu komin í jafnan leik, sko, það er bara geggjað. Nei, það er mjög spennandi að sjá hvernig Leynd spilar þetta núna. Leynd náttúrulega ekki alveg jafn defensive line-up, en á móti kemur náttúrulega að maður myndi eiginlega kalla,
kuta of defensive line-up, þannig séð, skilur við. Já. Það gagnast þeim heldur ekkert alltaf vel á attack, sko. Þannig að það fyndi Awesome Day skildi eftir svona litla rifu á veggnum til að geta píka aðeins. Það var skemmtilegt. það er mjög skemmtilegt. Okay. Það er Killjoy turret í bak og sjáu að var ekki Benino á leiðinni hérna. Jú, herru, Awesome Day næri inn að svinginu. Brelli, þeir heyra ekki nógu vel í ghostinu. Hann næri að fela sig, jafnvel klúður. Herru, nei, hann er greinaður af slikkata. Óheppinn. Klúður. En séu hvað Benino er komið mikið bak. Freezy veit samt af þessu, hann alltaf eyðilaði turretið. En samt, hann er þarna með þú veist, já, ok. Hann var svo lengi að taka píkið að þetta virkaði. Já, einmitt. Awesome Day með gott round. Þetta var mikilvægt, þeir ná eiginlega jafna leiki núna, myndi maður halda. Já, ef þeir bara taka full kaup núna og vinna þetta round eins og maður myndi kannski halda, þá þá er þetta bara nýjafn leikur, já, 7-7. Spennandi að sjá hvort það fer. Það verst að við erum ekki að fá að sjá scoreboardi hérna, ef við sjáum samt á player iconunum að þeir eru ekki að kaupa hjá kutum. Nei. Og þannig að þetta innan gæslappa ætti þetta að vera raunir round fyrir leynd. Spurning hvernig er alltaf að vera gaman að sjá að keyra hann, þeir eru að stilla sig upp fyrir B-ið, bara að rusha inn sínist mér. Já, Dekker virðist hafa molla sjálfan sig. Þarna kemur, það kom boombot og grena í gegnum portalið og það var eitthvað teamblokk og eitthvað. Vá, Benino kappaði gæjan hann á longbora. Þú veist, bara einhvern veginn, sko. Það eru orðnir 3 low sem er eftir. Þeir ná samt Benino. Þeir ná hann niður. Kitto fyrir næst að hreinsa þetta upp, sínist mér. Já, einn eftir. Hann er reynda með deglu. En bara 34 HP. Sjáum hvað hann gerir. Þeir vita svo mikið að þetta er, hvað gerir maður að lýsa stöðu, sko. Maður verður bara að reyna að fá 1v1s, en ég held þeir séu 2 að báðum angles. Þetta var skemmtilegt angle sem að Brelli og Awesome Day héldu þarna saman. Þeir byggu svona eiginlega til bara aðstæðar sem voru ómögulegt fyrir hann að píka bara annað þeirra, sko. Já, algjörlega. Með að vera svona aðeins offset og síðan svona langt í burtu frá hverjum enn. En þá er þetta bara jafn leikur. Það er mjög spennandi. Og þeir eru alltaf greinilega að spila bara nota bónusrándið sitt hérna. Ég er ekkert að fjárfesta mikið meira. Ég vil eiginlega sjá einmitt hvað kutar gera núna, sko. Virðist ætla að vera einhver afókus, ætlaði bara að taka keyrslu. Spurning. Þeir eru samt að mæta race, sko. Það er mikið með grenan, kannski aðeins að snemma. Þeir hlaupa bara í burtu frá hann og reyna aftur eftir smá. Hefði kannski þurft að láta grenuna sko fylgja paranoinni hjá Brella. Sækust þessar hann inn. Já, þetta byrjar ekki vel. Þeir bara taka sætið og leggja fyrir og koma sér í postplant. Já, það var Psycho skildi hafa náð að dassa inn og ná slikka þetta, sko. Ok, þetta er geggju paranoia. Nema, þeir eru of lengi. Þeir voru... Já, þau ert að kæra miklu fyrir enn eftir. Þetta er frábær hugmynd. Þetta var geggju hugmynd, ég held að hann hafi náð báðum, sko, í þessari paranoia og síðan voru þau bara eiginlega of lengi og hefði þurft eiginlega að vera nær hverjum öðru líka til að annar geti kíkt á eitt engul og hinn haldið hinu, sko, þú veist. Já. En svona, þetta var, já, þetta hafði a lot of potential eins og maður myndi kannski segja, sko. Need a drop. Thanks. Við sjáum að einn í leynd er ekki kaup í þessu rúndi. Brelli ekki kaup. En þá er það aftur á B. En það er náttúrulega allt kildur úti. Þeir eru svolítið að vinna með, Kutar eru svolítið að vinna með þessa paranoia inn í til að ná húka. Já. Það hefur bara virkað ágætlega. Já, solid taktik í rauninni, sko. Heyrðu, Kitto fyrir stendur bara í molluna þarna. Hann tekur alveg rosalega mikið damage.
Þeir eru að hleypa þeim svolítið inn og ætla síðan bara að pikka og frísi TP bara og nær einum. Sér. Benino var óheppinn að white swinga og lenda í tveimur hann. Sá þetta í gegnum Viper-veggina þess í lappirnar á hann. Já, einmitt. Spike planted. En já, Benino náði hann einu góða pikki og þetta hefði verið gott swing ef það hefði síðan bara verið einn gæi þarna. En þau voru tveir og þá vissi hann að þetta var bara búið, sko. Einmitt. Herru, vá, Awesome Day bara keyrir í gegnum hennar one way smoke. Slikkandi, hoppaði upp á vegginn, hérna það var Sage-vekkur. Og þeir ná bara að hreinsa þetta. Já, hrikalega vel gert. Aron, einn eftir, já. Það er eins og veit ekki á honum. En núna veit það er hann, já, Já. þarna kom Grenan og Awesome Day náðan, sko, þetta var bara... Já, það eru svona nokkur retakes hérna þar sem að Lendi bara búið að vera að gera geggjaðar hluti, þú veist, bara sem að það er bara eitthvað, vá, þetta er bara, þú veist, bara ekkert sem hægt er að setja út á þetta retake. Nei, búið að vera mjög vel executað. Þú veist, ekki að segja, þú veist, ég er ekki að reyna að láta hljóma eins og það kom mér eitthvað geggjað mikið óvart út af því að þeir eru Lendi eitthvað svona, sem ég heldur er bara að meina, skilur, þetta hefði bara verið eitthvað sem maður hefði kannski liggu við, ekki algjörlega liggu við séð frá einhverjum próliði, sko. Já. Þú veist, og það er impressive, sama hvaða lið í mótinu það er, sko. Dökk er samt mikið í því að keyra á eftir þessari paranói sem Viper með bombu. Það er ég að taka til því líka. Það mætti kannski aðeins pæla í þeirri útfærslu samt, sko. Herru, við erum sennilega að fara að sjá okkur Jet bardaga hérna. Herru, já, anime fight, það er geggjað. Herru, það Nei, bekkjar ok, upp. Nei, það droppar ekki niður í elbow. En sjáum hvort það slikkandi náðu, timing. Það geti verið sterkur. Nei, náði Psycho honum. Ég hef alltaf haldið að slikkandi væri með betra angulið frá þarna. En Psycho síðan bara lappar hann í gegn og drepur nær fleiri, sko. En þeir eru 3 og 3, þetta er ekki búið ennþá. Þeir eru samt með Viper últi, ótrúlega erfitt. Úff, hvernig fór þetta ekki í hausinu á Aron, sko. Þannig að sem Benino skaut, sko. 2 og 3, ok, Benino reynir að nota smoke þetta líka. Og þeir kerðu kannski aðeins og hratt inn hann að one-coordinate, þeir gáðu þeim bara 2 1v1s einhvern veginn. Þeir lokaður þessu. Ok, þessi hálfleikur virðist allan að ætla að vera eins og með jafnari dreifingu þannig séð. Já, þetta virðist vera miklu jafna allan heldur en á byrjun. Spurning hvað er alltaf að gera, þeir eru búin að vera svolítið að fara á B-ið. Það sýnist þeir alltaf að fara að breyta núna og færa sig yfir á A-ið, eða allavega kannski eitthvað svona smá default í byrjun. Já, sjáum hvernig það virkar fyrir þá. Sjáum að Brelli er í svolítið leiðilegri stöðu baki vegginn hann. Já. Benino komið mjög framalega, þeir vita samt af honum. Þeir heyrðu í turretinu og voru bara alveg tilbúinu fyrir hann. Þetta var erfitt að vera pikkað þarna. En sjáðu, þetta er leiðileg stað fyrir Brella. Hann Bökker píkar þetta, tekur upp byssuna og... Kill my allies. Já, hann hefði kannski ekki átt að reyna að fara í byssuna þarna. Spurning, sýndi þetta svo kaffi var búinn að silenta, hann vissi kannski ekki af honum, maður veit það ekki. Já, en það sem mér finnst til að skemmtilegast var að Dökker klíra þetta angul en það sem er svo einmitt við þetta angul, sko, þarf eiginlega að vera krátsandi líka til þess að þeir bara líka skjótið ekki kynnu vegginn, sko. Þannig að Brelli var krátsandi og Dökker píkar þetta og þá bara er hann í rauninu með advantage út á það, sko. Já, það ætti svona stundum bara allt liðið að plaffi í gegnum hennan vegg, þannig að það er eðlilega byrjandi. Ekkert smá. Herru, Psycho bara dassar inn á, þeir eru komin inn á því, Kitto fer. Annað skipti sem ég myndi segja að hann hafi tekið upp hnífinn á óheppilegum tíma í þessum leik. Ég segir haldi, þeir eiga bara halda. Þeir eru 2 og 5 og... Já.
Ok, þeir eru konum Gott, eitt pick, já. það er bara, ég er ekkert viss um að þetta gerist mikið betra sko. Ég vil ekki bara kalda gott. Nei, ég heldur þetta bara að beila á þessu. Tíminn er líka að tikka sko, þú veist, það er ekkert eitthvað, þú veist, það ætlaði að hlaupa þarna inn og klíra 4 gæja og og ná að diffusa sko. Ekki það, þarna, Dökkir gerði það þarna í einu randi, fór bara einn og klíraði 4 gæja og diffusaði. Já, þetta er hægt. Já, þetta er hægt, en það er kannski ekki safe playið sko. Psycho, bara eins og nafnið, hann bara eldir þá alveg eins og brjálæðingur. Já, hann vildi þessa byssur sko. Já, En þá er spurning hvort að, leynd fara að breyta eitthvað til. já, þeir þurfa að gera eitthvað, þetta er ekki alveg að virka. Skrítið kaup hjá þeim líka sko. Já, Já, Brelli virðist ætla að fara með Kiddo fyrr á B. Spurning hvort að smókarnir hjálpa eins með það svo ótrúlega leiðilegt að hoppa út úr húka. Bara blindur sko. já, það er mjög erfitt að mjög defensive sætið þarna fyrir þá á B-inu. Psycho Já. nær nú næstu því. Það reynir orðbið en hann fattar strax að beila á því. Þeir ná aðna Benino, ætli Benino hafi ekki verið að reyna að píka eitthvað. Þarna skemmtilegt hoppandi að slikka þetta, sér 2. Spurning hvort að Brelli eða Kiddo fyrir ekki bara að rótita það sko. Fyrst þeir eru að missa Benino líka sko. Þetta er smá efasemdur þessa grenu sko. Líður eins og hann hefði verið betur nýtt í þegar hann var vissar að hann myndi ná einhverjum í hana sko. Þú veist, ef hann hendur henni þarna í þessum aðstæðum þá græðir í rauninni ekki neitt á hann sko. Nei, Sjáum hvað Brelli gerir, þetta er náttúrulega, þeir eru ekki búin að gera þetta í þessu leik, þannig að það er spurning hvort að fólk búist í þessu, ég leyfi mér að efast það, bara já, hann hefur bóttið í smóknum þarna með það. 30 næri seconds left. einum hann. Spike down. Já, þú veist, það er bara fínt, skilur, eða þú ert með shorty, það er bara, Já, 200 krónur byssa, þetta er bara að fá. já, nákvæmlega, Spike planted. maður svo sem vinnur reyndar ekki leikin á ekonomíin, en þú veist, en Nei. það hjálpar. Væri hrikalega sterkt fyrir þá að ná einu pikki viðbót sko. Last player standing. Já, það er bara, já, nei. Nei. Já, þá eru timeouts, Já, það er brilliant. Það er náttúrulega, það eru eflaust margir sem reynilega bara gleyma því að það sé í boði í mótinu, en það er í boði. já, ég get alveg votta fyrir það, menn gleyma þessu. Já, það getur, ég held að sé 1 timeout per lið per helming, eða eitthvað svo laus. Já, Þannig að, þess að mér sé þessu stöðu, þetta er seinasta kaupið hjá Lind í rauninni, þannig séð. Það ef þeir tapa þessu rándi, þá eru þeir komin í matchpoint með engan pening. einmitt. Þá er þetta Mjög basically bara erfitt. búið, sko. Já, algjörlega. Þannig að þeir þurfa eiginlega að taka timeouti, koma inn með nokkuð fresh dæmi, sko, þú veist, eitthvað geggjað og það já, annars er þetta bara búið, sko. Nei, ja, klárlega nýta allt sem ég geta. Þú veist, við vitum alveg að þú veist, það vita allir að þeir geta alveg unnið á leik, skilur við, þú veist, þetta er alveg búið að vera jafnt. Algjörlega. Það er bara eitthvað smáinn sem vantar upp á bara, hérna. Það er eitt bug við timeoutið samt að lætur by-face barrieruna hverfa, en þú svo sem getur ekki hlaupið neitt, þannig að það skiptir svo sem ekki neina máli, þú bara sér það ekki. Já, mér hefur aldrei fundist þér flott eitthvað sem er. Já, nákvæmlega, fínt að losna það bara. Ok, Brelli hann er náttúrulega mjög góður í þessu jump picki. Fínt að hafa hann einmitt einhvers staðar í svona stöðu þar sem þú getur nýttir það. Akkurat, hann smókar quad bara early, ekki taka neinu sensa. Það er bara að gefa showers. Það er einmitt, mér persónulega hefur fundist betra oft að halda showers aftar, sko. Þetta því að þeir eru að reyna að koma út hurðina, þá eru svo mörg angur sem þeir eru að klíra, sko.
Aron samt komin inn í teleport en það er eins gott að enginn af leyndra inni að fara í gegnum hann þá núna. Ja, hann fór síðan bara aftur út, grætti lítið þar. Þetta svona sterk play að það kemur búmbotturinn í gegn eða hún að dodja hann sko. Þetta var svolítið skemmtilegt play hjá Psycho, hann setti, notaði cloudburstinn og dassaði síðan vegginn til að láta í rauninni bara lít út eins og hann hafi slikkandi. Þetta hefði verið geggjað ult, hvað hann var óheppinn. Hann bara púlaði ekki triggerið sko. Já, þetta var leiðilegt að sjá. En heyrðu, Kiddo fer með Killjoy-ultið og Benino, þetta var full aggressiv hopp einhvern veginn finnst mér út af því að þeir eru væntanlega allir að hlaupa í burtu á þessum tíma sko. En núna ressa er hérna, þeir passa ekki Showers, það Psycho er hérna en það er bara ekki. Já, þetta er bara hann planta sig bara að já, bara hann er bara hann inni og já, ríkalega vel spilað hjá Psycho hann. Ekkert smá sko. Þetta var já, það var rauninni solid hugmynd sko, Killjoy-ultið, íta þeim út, ressa Benino, síðan náttúrulega spurning hvort það hefði eitthvað átt að þurfa að ressa Benino. Þetta var, ég hef mínar efasemdir um þetta hoppaðna, þegar allir eru væntanlega að hlaupa í burtu frá ultinu sko, og sjá þig bara, þú ert væntanlega að fara að hitta ykkur 4 gæði sko. Það var svona mad lad moment. Já, alveg klálega. Þú veist, það var ekki eins og með hnífana sýndist mér sko. Þannig að nei, hann er með hnífana núna í þessu rándi, þannig að hann var ekki eins og með hnífana sko. Og síðan, þú veist, já, það var solid hugmynd, bara, þú veist, Psycho í bak held ég að hafi svona eyðilegt þetta mest fyrir þeim. Já, þetta klíruð ekki Showers. Já, Showers geta verið leiðilega sko. En hérna reyna að fara inn á B, nota Killjoy-ultið sitt, búin að íta Kiddo fyrir út, búin að ná brella. Þannig að þetta er ansi erfið staða fyrir leynd. Nær allan á treytinu, en það var samt Benino sem var með daggarina, hinn eru bara með einhver Spectres og eitthvað. En sérðu, Dökkar kom með bombu þarna í húka og slikkandi nær bombunni og útlutinu, já, þannig að þetta er actually ekki það slæm staða. Kiddo fyrir komin með Phantom hann í elbow, það eru 2-2 með bombu ennþá eftir því sem þeir bestu þetta. Vita einn er þarna inn í tube og hann var óheppinn með bara timingi á smóknum hana. Þeir hlaupa í TP-inu og það er eins og að ég verð nú að segja, mér varst nú slikkandi og Kiddo fyrir bara svolítið hrættir þarna. Þú veist, ef að þú heyrið og byrja að hlaupa í TP-inu og það er svona lítið eftir að tímanum, það er mjög ólíklegt að það sé eitthvað að reyna eitthvað að saka fake outplay sko, þú veist. Það er bara að reyna að keyra í baki á þeim sko. Judginn í svona stöðu er erfitt, það er betra að taka á hann inn á B-inu. Já, þetta er en svona fór það, þetta var samt GG, þetta var jafnari leikur heldur en stigataflan gefur til kynna, myndi ég að segja. Og og ótrúlega skemmtilegur. Já, það var alveg frábæri leikir og mjög jafnir. Hérna sjáum við scoreboardið og það það var alveg klárlega einmitt, svo sjáum bara fleiri stig kuta megin sko. Virðast það bara verið að standa sig samt svona betur í treytunum og eitthvað svona. En þá er það þá er það búið og þessi viðureign. En það er nóg eftir. Við erum næst að fara í drottninga gegn kutum. Fáum að sjá meira af kutum, það er að segja. En ég hugsa að það sé best að taka aðra 5 mínúna pásu fyrst. Þannig að við sjáumst bara aftur eftir 5 mínútur og þá getum við rætt þetta eins betur.
Já, verið velkomin aftur. Taka smá forstart, 1 mínútu undan. Það bara að byrja að tala eða sýna aftur stigatöfluna. Til að geta leyft henni að vera upp að skjá örlítið lengur. Raunin eina sem er búið að breytast frá því fyrir kvöld er bara það er búið að uppfæra hérna að Kutar eru þá komin með 2 stig í 2 leikjum. Lind komið upp í sína 4 leiki en því miður ekki með neitt sigur ennþá. Þar lendi engin stig. Og kíkið hérna rétt svo aftur á chati, sé hvort sem komur einhverjar fleiri spurningar. Sýnist bara að vera að spyrja hvernig verður skráningin? Já, þú varst að spyrja næsta mót. Það er spurning hvort að verði aftur svipað fyrirkomulag og núna ég actually efast það. Það eru allar líkur á að þessar mótaraðir eru að fara undir bara Vine Greasy og þá fer þetta örugglega allt bara inn á challenge mót. Ég ætla samt ekki að fullyrða það, mér finnst það líklegt og þá fer skráningin öðruvísi fram. En þetta mun samt örugglega alltaf vera auglýst á sama hátt, bara auglýst hjá Rísi, auglýst á íslenska Valorant samfélaginu og jafnvel inn á tölvuleiki samfélaginu ef að vera leyft gera auglýst allavega þar seinast. En að minnstu kosti á íslenska Valorant samfélaginu á Facebook og bara öllum helstu miðlum Rísi. Já, ég er líka spenntur fyrir þessi leik, Danni. Næsti leikur er nefnilega Drottningar gegn Kutum. Kutar náttúrulega voru núna að vinna leynd í seinustu viðraug sem við vorum að horfa á. Þeir eru bara lítið út fyrir að gífurlega sterkt lið. Við höfum ekki séð Drottningar ennþá en ég þekki til þeirra og finnst þeir vera ótrúlega skemmtilegir spilarar. Þannig ég hlakka mikið til að sjá hvernig þeim gengur. En með þetta showing frá Kutum þá held ég geti fullyrt það að þetta verði erfiður leikur fyrir þá.
ef að kannski líka best að taka fram að ég mun sólokasta hérna frá í kvöld. Hann Maggi þurfti miður að fara. Ef að þið eruð spilarar í efri deild, því miður ég ætla að setja þá skilmála að það skuli vera spilarar í efri deild. Ef þið eru spilarar í efri deild og hafa áhuga að kasta, vinsanlega sendi mér skilaboð á Discordinu. Ég er á Discordinu undir nafninu Melsteð. Þið finnir mig á Valói Sell Discord serverunum. Með endilega senda mér skilaboð eða áhuga að kasta og við skulum skoða það. Að því sögðu, þá skulum við keyra bara í næsta leik sem að eru þá drottningar gegn kutum. Og það var enn aftur Heifin fyrir valinu. Við tókum þetta náttúrulega fyrir ég og Maggi ræddum þetta aðan. Mikið spilað af Bænd í efri deild og síðan eru Heifin og Ascent svona virðast vera hinn tvö liðin og hinn tvö borðin sem eru miklu uppáldi. En við sjáum hérna skemmtilegt pick hjá drottningar eru defenders. Kannski best að taka það fram þótt að við ættum nú alltaf að þekka kuta á þessum tímabúti. Kutar eru attackers. Drottningar eru defenders eru með SLS á Jóru sem við höfum ekki séð á mótinu hingað til. Jóru oft svona, hann er með vafasamt orðspor. Hann var ekkert spilaður á Masters. Ég held að það sé rétt hjá mér. Hann hafi ekkert verið spilaður á Masters og að það hafi verið svolítið skrítið þegar eitt suðurkórslið spilaði hann í einum VCT leik. Það hafi bara verið eini VCT leikurinn sem hann var spilaður í eða eitthvað. Svona needless to say, bara ekki mjög vinsæll agent. Skemmtilegt að sjá hann pikka hann. Öðru leiti nokkuð bara standard line-up. Sjáum að kutar eru með sama line-up og þeir voru með gegn Lind, Dökkar og Sova, Aron og Killjoy, Kaffi og Sage, Psycho, Jet og Freezy á Omen. Og sjáum að heldur áfram þetta þema með að vera ekki með Astra, engin Viper í þessum leik heldur, bara Omenin, gamli góði, klassíski, til hvers breyti eitthvað til. Þá bara kýlum við af stað. Turn out. Sjáum að drottningar eru að fara í svona nokkuð standard, myndi maður að segja 2 á A, nema hvað, það er engin í garage. Það er engin í garage og Jet á C. Þetta er reyndar, það verður gaman að fylgjast með þessu. Kutar hins vegar virðast að taka stefnuna í svona smá default, fleiri í áttina A. SLS meisir þarna inn á miðina. Sjáum hvort hann sjá þetta aggressive play. En hann TP-ar síðan inn á A, komin í rotate bara. Þeir eru náttúrulega með heilmikið info. En samt, smá overrotate í gangi. Það er náttúrulega ennþá 2 á C. Sjáum að Agnar kemur tilbaka. Hann spottar það á C. Það er allir á leiðin í rotate. Kaffi og Dökkar reyna að klera Agnar hérna. En ná hann með lokum. Vekkur konu upp. Vekkurinn er náttúrulega svo ótrúlega sterkur. Fyrsta rounds. Hræðilega leiðilegt að koma honum niður. Kaffi nær að klera þarna fram hjá Ace og Psycho honum bak. Nær þeim báðum. Það voru ekki alveg að fylgjast nú vel með þarna. Ibsen orðin þvílíkt lág. Já, tekið bara mikið gegnum veginn. Ég ætlaði að segja hann tekið mikið veginn. Og Psycho eldir síðan bara SLS og nær honum. Kutar náðu allavega að selja þetta fake á A ansi vel. Held að þarna hafi það svolítið brett
drottningar að það að SLS pushaði fekk kannski í rauninni fekk það info að voru 3 í áttina A og það hjálpaði Kutum að selja feiki, þú veist, ég eitthvað svona, þetta bara eitt sem ég að pæla en hörru, segðu það fara bara aggressiv miðjuna, 4 Ibsen 1 á A en þeir gamla þannig sér rétt á þessum eina Ibsen nær Psycho en treytað þeir eru komnir inn á A og saman inn á var SLS tímklokkaðar á rocknum ég sagði það ekki alveg síðan Dökker með Bulldoginn þannig að hann bara hikar ekki við að píka Spike planted. Agnar og AC ansi erfir í stöðu núna Last player standing. næra bara einu fer í píki og næra dassu út veit að hann átt ekki klúðrar aðeins þarna fætinum við Aron hefði kannski getað náð öðru pikki þar en þetta var samt nokkuð vonlaus staða sko ég ekkert vissum að hann hefði getað náð miklu meira heldur en það en þá förum við í fullkaupið hjá drottningum meðan að Kutar halda sig við bónusinn sjá hvernig það hefnast þegar við Psycho fer í vandali spurnum hvort ég láti hann eitthvað hero kaupa eða svona sjá að þessum hero business hérna Agnar bara nei gerðist þetta bara Agnar hoppandi og Psycho bara með miðarann á þessum stað af öllum stöðum þegar hann að píka þetta var rosalega Blocking sight. þetta var rosalegt ok, Ibsen nær allan inn á treyti Freezy var eitthvað að píka miðin að reyna að lörka eitthvað en sjáðu þess að drottninga komin í ansi mikið overrotate komin inn á C Ibsen að vísu á A að tilbúin að taka á móti hann Killjoy með allt í tiltíði sitt svo nokkuð tilbúin í þetta svingar tekur Aron low ok nær síðan kaffi á longinu Dökker hann nær að poppa mollið áður en hann deyr þannig að það búið að drepa þetta push en þeir eru aftur þeir eru náttúrulega orðin svo fáir eftir þeir eru bara 3 það segja að vera orðin svolítið margir á aðeins þeir voru bara 2 þetta er bara rauninu geggja Rottukundur mjög vel tekur Psycho niður í 17 og flassar og repíkar spurning hvort hann nái að koma þeim á over með að vera nei Psycho rosalegt aim hjá honum í dag þetta var bara en SLS næra nú loksins var náttúrulega bara komin niður í 17 það er ekki mikið lítið að vinna með en þetta er 2-2 hann er klárlega dúbúl frá báðar hliðar SLS nær Aron og þá Dökker komin í hans erfiðar stöðu ekki með ult erfitt fyrir að hætta eitthvað nær SLS þarna einhvern veginn bara á milli og þessi bara beint í hausinn þetta var Dökker á mikið hrós skilið fyrir þessi 2 kill það er spurning hvort að drottningar hafi ekki haft bara nægan tíma til að vinna með hann sko. Hvort þeir hafi kannski farið of gist í að reyna að feika bombuna eitthvað og já, það er samt eins og ég er búinn að segja ofta í þessari útsendingu að það er auðvitað að vera vitur eftir á. Þetta skilur drottningar eftir í svolítið erfið stöðu þar sem þeir eru bara á einhverju halfkaup á móti fullkaupinu hjá SLS aftur búin að tróða sér í miðuna. Þetta er enda gott í Jóru, getur tekið einhver svona plays og bara TP-ið burti eða þeir líst ekki á þetta lengur. Kutar er að fara mjög hægt, það er bara mjög sniðt, en sjáu hvað Agnar er komin langt. Hann er komin þvílíkt mikið info. Núna þarf hann bara, hann held að hann fyrir bara að passa sig að híka ekki neitt. Ibsen líka í frekar góðri stöðu og Agnar heyrir í þeim, hann heyrir í þeim koma inn og en það er samt, rotate er ekki komið til Agnars.
svolítið erfitt. Þegar í píkinu, nei, hann fær píkið. Þeir hljóta nú að fara að róta þetta núna. Agnar er ekki að fara Blocking sight. ef hann er einu killi þá er það mjög vel. Hann er ekki að fara að ná nefnum. Reynir á svona smá long range fight hérna. En síðan loksist náður honum. Og núna eru þau komin í ansi ómögulega stöðu. Búið að veggja fyrir, þeir eru alltaf með pistols, hræðilegt eðilegir að vegg. Ég held að það væri sterkast við að núna að fara sé long og reyna að ná einhverjum exits. Það er eitthvað að píka þetta. Þeir komast þarna framhjá, þú vissu. Last player standing. What? Gera svona lítið damage til Psycho? Það er skrítið. Og Rottukongur reynir eitthvað cheeky Recalling my teleport bot. play en það tekst ekki. Vá, ég trúi ekki að SLS hafi gert svona lítið damage á Psycho. Þannig að hann var bara uppið hann með judgeinn og svona var með crosshair svona nokkuð nálægt honum sko. Þú veist, hann náttúrulega rústaði dökker en síðan bara Psycho, bara nei, þú veist, það sást ekki á lífunum sko. En þá eru drottningur komin aftur í full kaup. Núna er komin, ef það er einhvern tíma til að snúa sig við, það er hann núna. Og Agnar með vappan meira segja. Tilbúin fyrir öruna, nærin strax, vel gert. Til að ná að byrja. Nei! Hvernig fór þetta ekki? Ég er að segja að Agnar, úff, hvað hann er búinn að róa upp í þessu leik. Ég væri nú alveg til í að sjá eitthvað ultra slow motion hérna af þessu skoti hjá honum sko, hvernig þetta fór ekki í Aron. Samt gefum Aroni það náttúrulega að þetta var sjúklega vel gert hjá honum að ná Agnar þarna sko, þú veist, ég ætla ekki að taka það á honum sko. En mér finnst bara ótrúlega skrítið að þetta hafi ekki farið í hann. Þá eru þeir með þessu ressir, kutar komnir í hérna og Ibsen með ágætishold. Þeir bara beint í útlitið eftir þeir í hann. Leifum mér efast það. Það er spurning hvort að Rottukongur og hérna Ace ætti ekki verið að reyna að, þú veist, keira, fá eitthvað info eða eitthvað, þú veist, últið 30 ítti seconds left. kutum tilbaka, jújú, en þeir grættur nákvæmlega ekki neitt, það er enginn komin í rotate, það er enginn búinn að græða meira map control. Núna últið beint bara, Ibsen nær ekki, þú veist, með ágæti swing, en nær ekki neinum. Góð flush, ég ætla þess að hérna. 10 seconds left. Við ná plantinu, Spike planted. það hefði þurft svo lítill að halda þeim burtu aðeins lengur. Sjáum hvort að SLS reynir ekki bara að nota ulti sitt til að finna. Það geti verið besta leiðin til þess að klíra sæð. Og SLS nær allavega dökkar þarna. Það voru frekar ómögulegri stöðu en náðu þess að Freezy nær Ace í staði. SLS með annað gott kill. Kominir í 8 skot samt. Hans er erfitt. Smollis á bombunni. Hvað gera Last player standing. Nei, kaffinn nær bara spraya henni gegnum smókin. Og Rottukongur ætla bara að beila. Nær kannski, nær að bjarga vappanum. Nei, þeir degi ekkert um smenginu. Þá er enn annar rándi komið á stigatöfluna fyrir kuta. Það er mitt mjög gott hjá kutum bara hérna einn af þeim tekinn og síðan plantar Ibsen ultinu og þeir eru ekkert eitthvað að fríka út. Þeir bakka bara út úr því og síðan bara halda þær áfram því sem þeir voru að gera. Þú veist, þeir voru mjög yfirvegaðir með það. Og núna ætla þær að taka einhverja, það sparaðist vappin en þeir whiteswinga samt bara hérna á sé og svo skrítið og keira bara eitthvað einnig eða enginn á sé. Ace er á miðunni, Rottukongur ekki tilbúinn fyrir það þarna bara í hliðin á sér. Þetta er, ég held að þetta sé aftur bara tími til þess að reyna að ná einhvern exit sko. Ibsen getur reynt að nota utility sitt þannig að halda þeim og þetta er þetta gott flash hjá Freezy.
Þeir eru ekki að Last leyfa player henni standing. að loka sér að henni. Það verður að halda sér vappa. Nei, hann í alvörun, hann náði bara þessu tassi. Ok, ef hann deyr út af því að hann var að horfa á þessa deglu, þá veit ég nei. Og kannski ekki út af því, en ég held að það hafi tafið hann Bigupons. Need a drop. Það var slæmt að missa hann að vappa. Hann getur að vísu keypt sér annan, en lítill armor í kjölfarið. Og það spurning hvort þau þurfi ekki, jú, mér sýnist þeir vera að breyta eins til. Núna Ibsen að fara C og Garage, Agnar að fara A. Þurftu aðeins að breyta til. Þetta var ekki alveg að virka, það sem þau voru að gera, sko. Ibsen ískaldur að fara að dúla hérna vappa. Nei, ok, hann var með bottinn til að hjálpa sér. SLS nær góðu pikki á miðjunni í glugga. Psycho ætla greinilega að vera bara þolinmóður. Góður smók hjá Rotko. Og þetta næja Psycho mjög mikið. Agnar náttúrulega bara með þessa línu A, þannig að óskup lítið að gerast þar, þeir vita það. Það var þetta bara spurning að vinna af Killjoy og Tiltíðinu, C og Garage, og að deyja ekki á miðinni. Sýnist þeir nú samt vera duglegir að píka miðjuna, þess að gæti komið sér til að ef Freezy ákveður að fara miðina og tekur út Ace, þá, já. Þannig að ef hann hefði náð Ace, þá hefði drottninga verið miklu vandræðum. En það fyrir sem fer, engin fellur. Agnar hittir ekki skotinu sínu á A og Dökkar er komin inn að framalega, nær SLS. Ákveður bakka bara, það getur alveg verið svolítið stuð. Þetta reyna ekkert að vera eitthvað dúlunan vapp eitthvað mikið meira. Psycho er að vinna sig upp í áttina C. Freezy TP-ar hann inn á, þá bara Rottukongur með hann, sem býst ekki við Psycho á longinu. 10 seconds left. Núna er Psycho með bara rosalega góða línu, þið getur ekkert verið að reyna að píka þetta, sko. Ibsen bara lappar hérna út og núna, þeir geta ekki reynt að hoppa þarna út eitthvað. Nei. Einmitt. Þetta var ágætis hugmynd. Það reyna bara að halda. En hverjum hefði dottið í huga að Aron væri bara komin inn á B-ið í bakið þeim, sko. Agnar er alltaf að halda vappanum. Það munar allt. Og Kutar bara vinna rosalega vel með mappið. Þeir svolítið með þessu randi bara vinna sér svona hægt í áttina að þeir voru með rosalega mikið mid-control mest allir tíman. Unni sér bara svona svolítið hægt í áttina að C og A og síðan, þú veist, náðu þeir einhvern veginn að sprengja sér inn á C, kjölfarið. Þá er bara spurning hvort að sýnist ég ætla nú að segja hvort þeir breyti bara aftur til, en nei, verða nú eiginlega að reyna þetta í einhver 2 rándi viðbóti eða eitthvað, hérna drottningar, þar sem við vorum að breyta en Ibsen bara síðan. Ibsen reynir að fara close, það virkar ekki. SSLS reynir að ulta og það virkar ekki. Agnar nær að dodja ultið hjá hérna Dökkar og Rottukongur nær pikkja með hann. Ætli Ace náu þessu. Þeir gengir áfram með close. Hann nær einum. Óheppin með hérna recoil resetti þarna. En gerði samt dingaði Aron ágætlega. Half-Life hérna. En Rottukongur er frekar fastur. Freezy veit nákvæmlega hvað hann er. En núna fara þeir sé. En Rottukongur ætti nú að geta nelt sér í byssu einhvers staðar. Minnstakosti er hann rappa. En samt leðilega byssu til að vinna með í svona 1v2. Sérstaklega þú veist að einn er lóhátið, sko. Þannig tekur hann vandalinn. Freezy með góðan þetta er mjög sniðið, þetta er mjög verið. Þeir hljóta heyra í Rottukong, sko. En þeir eru með Killjoy og Tilty til að taka mótunum. Þannig að þeir ætla samt að fókusa
aðalega á þessu stöðu. Við ætlum að halda bakið þarna. Nú ætla hann sé, hann með annar molli þarna. Já, Rottugangur þurfti eiginlega að gera þetta einhvern veginn. Hann gat ekkert reynd að spila eitthvað af diffusinu í þessum aðstæðum held ég. Hann hafði svo ótrúlega lítið info. Við sjáum að þeir eru báðir sér long en fyrir honum þá gátu þeir bara verið allstaðar. Það var bara fyrst að komast inn í smókinu og reyna að fá 1v1. Það var bara leiðilegt að hann tapaði því. En þetta var svona ágætis svona íkorránd hjá drottningum. Náðu 3. Núna eru þeir full kaup. Kaffi. Strax á miðinni. Rottugangur næst að Freezy. Þetta var góð samvinna þarna hjá Rottugang og Agnari. Og það var þeim nú jafna metin. En kutar eru ansi góðir í þessu default dæmi sko. Þú veist, þeir treysta greinilega mjög mikið á heimskilin sín. Kannski of. Rottugangur nær hérna og þeir Ace ressar SLS, þannig að núna er þetta 5 og 3. Þetta er örugglega það round sem lítur hvað best út fyrir drottningar sem við séð hinga til. Þeir ætla að reyna að fara 3C að mér sýnist og láta Psycho reyna að ná pikki hérna með vappunum og bruna síðan bara inn á. Ace er samt í ágætishotni. Spurning hvort hann hafi heyrt þarna í þeim detti að núna hann veit að þeir eru að koma. Og það er hérna einum, það er öðrum. Nei, en tekur kaffi mjög low. 30 seconds Þetta er alveg, þetta er klárlega doable. Ef það var round sem var doable þá var þetta sko. Þeir eru ekki búin að planta ennþá. SLS reyna að fara nær honum. Kaffi búin að heala sig, búin að HP. En þetta er svolítið erfið staða. Beitar á með ressinu. 10 seconds Og left. Ibsen bara fastur á meðan. Þannig að þetta er allt í einu orðið 1v2 fyrir Ibsen. Light planted. Já, það var mjög slæmt að Kaffi fekk ressi þarna. Úff, og þetta var þetta rosalega flott hjá Kaffi. Og bara litla aceið núna þegar maður skoða það. Þetta var alveg, já, þetta var round sem að ég hefði kallað round sem drottningar hefði átt að eiga og Kaffi bara svoleiðis bjargaði því, liggu einsamall. Aron beitaði vel fyrir hann, þarna undir lokin, má ég að það. En það er bara á crucial að Kaffi skildi ná Ace þegar þeir voru að koma inn á. Síðan einum í kjölfari ná þessu ressi. Þetta var bara, já, ótrúlega vel gert hjá honum. Ace komin í Marshallin og reynir að dúela vappan. Það getur gengið. Og SLS líka á Marshallnum. En ef þú hittir haus, þá er það ágætt hugmynd, sko. Það er bara hittir haus. Eða hittir ekki gæðin í hausinu, þá er hann fyrir með reyð. Það er best að gera. Hann dröfur bara 3 gæða. Easy peasy. Duck er bara hörvar. Bara, heyrðu, nei. Þessi gæði með Marshall. Ég læt ekki sjá mig hérna. En sjáu þið samt hvað Aron er komin leiðilega hans það. Og þeir vita ekkert af hann, Last sko. player standing. One Það er enemy ekki hugmynd. remaining. Rottugangur næst að treytinu. En þetta er 1v1. Þetta gæti farið either way, en Ducker hefur bara allan tíma í heiminum. Og veit hvað Rottugangur er. Þannig að Rottugangur þarf svolítið að spila af plantinu hans Ducker, sko. Það er töluvert erfitt fyrir hann. Ef að Ducker er með 30 line-up, seconds þá er hann ennþá með 2 shotast. En hann nennir ekki neinu svoleiðis. Hann ætla bara að taka aggressive pushið. Ég er ekki viss að Rottugangur búist við því. Jú, ok, Rottugangur er með byssuna á lofti. En hann býst ekki við hans í bakverðin kassa þarna. Þetta er búið. Nei, ætla Ducker að reyna að hnífa hann. Nei, hann ábyrður var ekki alveg í þann bakka. Rottugangur var bara hlaupandi mikið. Það hefur verið of mikið gambul. En þetta
Þetta safe play hefði alltaf verið að reyna bara að fela sig einhvers staðar og sjokktarta þegar þú heyrir defuse-hljóðið sko, en þú veist, hver nennir því? Keyra bara á móti og fela sig baka kassa sko. En já, þetta farið að líta ansi illa út fyrir drottningar, hvað ég sagt. 10-0. Og það bara, herri, þú kann þetta Danni. Það þetta geggjör, lenti þarna á hotninu, það eru öllu að. Það er slæms, herru, rottukongur. Litla túkið með spekturnum í gegnum smókinn bara, easy peasy. Já, segja að allir þrýri kutum sem voru konur lang þurfa að bræðast við. Þurfa að snúa sig við þetta. Agni geiga þessu skoti að ólíkt honum. En þeir eru svona að reyna að vinna sig áttina að rottukongur. Hann næra damage sem bæði dökkur og Spike down A. Síðan kom bara hvílíku þreytin hérna fram og tilbaka. En þetta eru 3-2. Agnar að vísu lágar, hann vappi. Þannig að nei. Kaffi on point í dag. Þvílíkt flott repeat hjá honum. Aron komið með uppstaflu. Ace, já, nærði. Ok, núna hugsa ég að sé í lagi að gefa Kaffi sæti gott slóar. Hann næri ekki einu sinni sætinu. Hann kemst núna ekki burtu frá spæknu. Án þess að Agnar sjá. Nei, Agnar fastur í skópnum. Og Kaffi nær honum. Þetta að fara að vera annað eða þriðja rándi sem að Kaffi hreinlega bara bjargar. Já! Bara clutchið, easy peasy. Úff, Kaffi að gera fáralega góða hluti. Last round in the half. Vorum ekki alveg að sjá svona mikið impact frá honum í leikjunum gegn Lind, en hann alveg klárlega showing up í hérna sko. Það force á drottningar, last round obviously, en ég sé ekki hvað ná eitthvað að gera eitthvað rosalega mikið sko. Agnar með aggressive pushið, rekst þarna aðeins í, heyrðu, Ace nær Kaffi, kannski það breytan sem skiptir máli, bara að ná Kaffi, heyrðu, Dökker, var þetta bara eitthvað blind ult, bara eitthvað út í buskan og hann nær rottkong. Agnar gerir aldrei ráð fyrir Aron í þessu hotnotni. Og Ibsen líkar þetta. Og eins og þessu. Þarna ætla ég bara að vera brutally honest að segja. Ég held að drottningar hafi verið aðeins of aggressive í þessu rondi. Þú veist. Þeir voru einhvern veginn bara alveg 4 eða eitthvað aggressive. Það spurning hvort það hefði kannski mátt vera bara 1-2. Það eru veitur eftir á. En þá þetta bara match point. Já, þú veist, bara fyrri hálfleikur búinn og bara match point. 12-0 fyrir Gautum. Drottningar ekki eiga sem besta leik, hvað ég sagt. En ég minna, þú veist, Gautar náðu 12 rándum í röði í fyrri hálfleik. Kannski náðu drottningar 12 rándum í röði í seinni. Það ekki hægt að útiloka neitt, en ég leiði minna samt að ég um það. Ef þið vinna pistolið þá allavega, þú veist, allavega í aðeins Agnar og SLS fara hérna 2 í áttina að með fótsporinu. Spurning hvort sé að reyna að selja það sé að til að fá eitthvað rotate. En Psycho hérna með digluna og líka bara longið, nær einum. Rottkóngur nær að treyta. Komin inn á. Ruttlast ekki aðeins þarna en þeir gengum samt ágætlega hjá þeim. Vá, Freezy var komin greinlega á stað sem að þeir byggust ekki við en náðu spæknaðinn honum. Þetta gengur vel fyrir drottningar. Aron reyndar nær að Agnari, næri sinni og Dökker, nær Ibsen. Komið niður í 2v2, var 4v2 bara fyrir engu síðan. Nei, Dökker var ekki búist og Rottkóngi alveg svona nálægt. Hreinlega hoppar í fangi á honum. Og SLS nær Aron með hann. Þannig að þá eru þeir allavega konum við pistoli. Og það verður gaman að sjá hvort að Kutar
forsi til að reyna bara að enda þetta hratt eða hvort það taki safe playið. Já, mér sýnst að vera nokkurn veginn bara full spar. Það bara koma full kaup inn í næsta round og klára þetta þá. Það er líklega safe playið. Þeir ætla meira sem bara að taka reckless rush mid sko. Reyna bara að klára þetta round hratt og til þess að geta komast í næsta, klára leikinn. SLS tekur hann á móti Psycho. Tilbúin til fleiri. Deyr af vísu. Dökkur hérna komin í rotate, átta sig greinilega á því að þetta er kappaður. Það er samt 4v4 og þeir eru komnir með eina byssu hjá Kutum. Þannig að það er alveg klárlega ekki eitthvað afskrifa á sko. Dökkur búinn að fá heal, þannig að hann er ekki alveg blár. Agnar góðum stað með judgeinn og já, bara hopping, tekur 2, Freezy var samt að með byssuna í bak. Þarna vissu þau greinilega ekki alveg þetta. Þeir leiðum samt að ná þetta komið niður í 1v1, hann undir lokinn. Vá. Úff, þannig að drottningar fá ekki einu sinni bónus rand á móti fullkaupinu hjá Kutum. Þannig að það er ekki hægt að segja að þetta líti vel út fyrir drottningar. Ég veit bara ekkert hvað þeir eiga að gera. Þeir geta ekki reynt að default eitthvað sko, þú veist, ekki ef þeir eru ekki með byssur. Kaffi tekur SLS strax. Úff, Kaffi tekur 2 í glugga, bara easy peasy. Og Dökkur, já, Gekkjótt og síðan bara rushar hann upp, Ibsen býst aldrei við því og það veist, Ace 1 Defenders win. Já, þetta var ákveðið stomp. Svona vægast sagt, ef við skoðum þetta eins og sjáum við að, já, Kaffi, klálega MVP, hreinlega kemur á óvart að Psycho sér svona stutta eftir með hvað Kaffi var eða geggjaðan leik sko. Psycho kannski bara, þeir myndi að dreifa sínu yfir fleiri rounds. Og það er spurning hvað drottningar ætla að gera betur næst eða öðruvísi í næsta leik. Þessi leikur var svo fljótur að ég hugsa að við bara sleppum pásu í þetta skipti og vöðum bara beint í þetta, þannig að flettum bara hratt yfir. Það var það bænt, eins og ég segi, miklu uppáhaldi í efri deildinni hérna. Það verður áhugavert að sjá hvað drottningar gera í þeim leik. Við erum búin að sjá Kuta í bænt, já, mér sýnist að vera að fara sama setup, Dökkur á Viper og síðan verður örugglega Kaffi og Sage, Aron BS á Killjoy. Þá er þetta Viper Double Sentinel line-up sem að virðist vera bara stórhættulegt í bænt þessa dagana, allavega hérna í efri deild að opna Valorant. Bara hræðilega leiðilegt að spila inn í þetta sko, þú veist, ef að þetta lið á defense, bara þetta line-up á defense ótrúlega erfitt. Á móti erum við með þetta double duelist combo aftur hjá SLS og Agnari, Agnar aftur á Jett og SLS á Reynu í þetta skipti. Það er greinilega bara að keyra hart í aim-duelin, líst svo sem ágætlega á það. SLS var kannski ekki sinn besta leikarni í seinasta leik en var samt að koma svolítið út, bara svolítið jafn út í KT. En síðan erum við með bæði lið með Omen og Viper, þannig að það er svolítið mikið að smóka við sinni hérna.
Raunni alveg eins line-ups nema bara þessi reyna gegn þessu Killjoy. Það var gaman að sjá hvernig þetta gengur. Þetta skiptið þá byrja kutar á defense og drottningar á attack. Þetta sko, já, náttúrulega þótt að Bind sé borð það sem að, þú veist, þetta Viper double sentinel dæmi í gangi og það yfirleitt 1 sentinel og Viper og B svona svolítið það sem ég búinn að vera að spæja. Þú veist, ógeðslega leiðilegt að vinna gegn því eitthvað og einhvern veginn hoppar út úr húka og það bara eitthvað veggur og tekur náttúrulega 30 damage og fer gegnum hann og 2 molly og þú veist, Killjoy molly og Viper molly, þetta bara hræðilegt. Þá samt aftur á móti náttúrulega Bind líka skemmt map upp á TP-in, teleporteruna, getur reynt að róta þetta hraðar, getur teygt á defensinu meira. Þá byrjar þetta, heyrðu, Agnar nær að kappa Psycho ansi hressilega þarna og Psycho alveg hinum einn í mappinu frá kaffi, þannig að hann ekkert að fara að heal alveg strax. SLS ætlar að fylgja svona að því að virðist nokkur hratt á eftir eða hvað, nei þeir eru að spilda bara nokkuð hægt, þeir keyra samt Psycho fer alla leið á seedspawn, næst í heal þá svolítið búið að nullify þetta kapp sem hann fekk sko. Rottukongur hérna með flassið inn á B en ekkert follow-up. Þeir eru bara að bíða eftir Viper-dótinu óheppin með timing. Ibsen alveg kollaði að það væri einhver í þessu hotni þarna, Molly það og bara Psycho timing píkar það, bara svona rosalega. SLS allan búin að ná 2 kills hérna. Kaffi kemur til varnar en við sjáum samt að Dökker ennþá lengst í burtu en samt gæti alveg komið sér ágætlega að hann komið hann í bakið og húkka en Rottukongur nær kaffi og það var orðin alls erfist að þeir vita alveg Freezy vita Freezy í bakið hennar veg en vita Dökker, það þarf einhver að fylgjast með húkka, ég ekki viss að neitt að fylgjast með húkka þeir svo sem ekki sýnilegi frá húkka þetta sýnir SLS-i og Rottukongur eitthvað að fara í kveikið en það var svo sem það var ekkert rosalega viturt þú vissir að hann vissi að Dökker var með Ghost og hann var bara með Classic og þetta var smá longrun eða svona medium range dæmi sko en það virkaði svona nokkurn veginn lét Freezy halda að allir væru uppteknir á Dökker, hann kerði þarna inn og þá var Rottukongur bara búinn að koma hinum inn út í túp og tekið hann bara þokkalega vel gert í drottningum allan konum með fyrsta rándi þeir sjáum bara hvort þeir ná að byggja upp momentum og snúa þessu aðeins við hafa smá sjáum aðeins öðruvísi leik heldur í fyrsta leikin Mist Kaffi ansi segur ætla að mæta þeim hérna með bara Classic bara svona hann nær bara infóið og beilur en þeir, ég held að drottningar hafi bara vilja orfið í rauninni sko. Herru, sé þetta rétt, já, SLS og Ibsen eru báðir með Aris. Það er ótrúlega fyndið og síðan 1 judge, þú veist, ég veit ekki, maður er orðinn eitthvað svo vanur í því að það séu bara 5 specters á second round sko og þannig að þetta er skemmtileg fjölbreytni. Þeir hætta við því þeir sjá Viper utility-ið. Hún er að nota 2 cloudburst, ég heldur að það hafi samt ekki verið búin að committa eitthvað miklu meira. Láta bara Viper-dótið fara niður. Þeir eru að vinna vapp bara ágætlega, þeir eru náttúrulega samt ekki komnið upp í pick, þannig að þetta er hans erfið staða sko. Það ætlaði eitthvað, það geti ekki látið klukkuna alveg tekka niður bara endalaust sko. Og hlutar eru að klála róttöki ágætlega. SLS nær hann að kaffi og Agnar nær einum á short, keyrir inn í lamps konum gott plantan í showers ætli hugmyndi sé ekki að geti nota Arisina til þess að wallbanga síðan bara diffuse diffuse, eða þú veist, eða bombuna sko Agnar komið nálægt erfitt í þessu reynsi skiptir bara yfir í klassikinn og nær hann
En þetta er ekki búið, Psycho í bak. Sjáum hvort að hann var alveg fínt að labba burt með 1 pick sko. Ef hann pick og Spectre þá það geggjað. En mér sýnist þeir nú bara ætla að spila nokkuð safe drottningar. Já, Agnar bara jump pick þetta við byggust að heyrðu. Vá, hvað Psycho hélt þessari línu ótrúlega vel. Vá, þetta var bara SLS hleypur hann inn og bara búm búm, bara 2 hausar, easy peasy. Vá, ég held að Psycho myndi, ég held að væri búið þegar þeir vissu hvað hann væri sko. Ég bjóst ekki við að hann myndi bara eitthvað halda einhverju angul þarna og bara ná gæja. Vel gert hann, herru, þá var það full kaup nema bara hnífar á Psycho hjá Kutum. Meðan að drottningar ætla að vinna með bónus rondi sitt. Og Psycho fer bara nær strax í 1 kill. Rottukongur. Það er að pæli að treyta þess held ég. Það er að damage að Psycho eitthvað aðeins þarna en það er eitthvað voða lítið í gangi. Herðu, Ibsen nær þarna, veitir, hann kappar Aron. En sjáðu hvað hann gerir lítið damage á hann. Bara eiginlega ekki neitt damage sko. Það var skemmtilegt play, já. Agnar býta þarna baka kassana. Hoppa sig bara andlitið með judgeinn. Ótrúlega sniðugt ef þú ert með judge. Hann er líka búið til mjög mikið space. Rottukongur, óheppið með reloadið. Hann hefði kannski þurft að skipta yfir í klassíkinn hana. Agnar er að gera góða hluti í þessu rondi. One enemy remaining. Spike down A. Get ekki alveg guttir að þetta pík hjá Ace. 30 seconds left. Agnar gerði mjög góða hluti í þessu rondi en já, það er svolítið skrítið pík þarna hjá Ace. Ég held að Psycho hafi svolítið komið með óvart með að vera svona aggressiv á, þú veist, hann var svo fljótur að hlaupa milli long hooka og aftur long sko. Ég vil eitthvað gæja bakka svona þá bakka ég bara einu sinni sko. Ég er ekkert eitthvað mikið að rýpinga allan ekki svona langa veðalind sko, ekki hlaupa svona langt. Allan þá var það full kaup með bánlegum. Svona sá þarna 1 judge. Ég skal að leysinga. Bara gott default hjá drottningum. Það er gott og ekki gott. Þeir eru samt, þeir eru rauninni ákveðið vandamál með defaultin stundum sko að þú veist, þú gæti lent í aðstæðum þar sem það er enginn til að treyta. Þú veist, Ibsen, hann er bara einn hérna. Alveg enginn til að treyta þessu og er bara tekin út og núna er Psycho komið með spilur. Þú veist, þeir, já, bara nota ekkert utility en eitt og bara dry-píka, þú veist, eitthvað í húka bara einn. Það er svolítið erfitt að gera það. SLS með gott pík og Psycho hana. Notar utility, klíra húka. En Duck er tilbúin með allt dótið sig. En þetta er nefnilega máli. Núna er Duck hérna 1 á B og 2 á mótunum. Út af því að Agnar og Ace er að setja svo mikla pressu á A-ið sko. 30 seconds left. En Ace bara lætur þetta líta alveg út eins og A sem að þeir ákveða að gera þetta. Þeir ákveða ekkert að reyna eitthvað að íta á Ducker eða þetta bara að gera hérna í bombuplantu á A. 3 og 3. Rottukongur kannski full exposed, svona reyna á einhverjum pikum. En núna vita þær ánum í sjá, núna verða þær að bera virðingu fyrir því, þannig að það geta alveg verið. En Ace þarna stóð bara einn. SLS hefði þurft að vera aðeins nær til að geta treyta, gætur ekki að treyta. Og meðan faraði bara að sækja Rottukong í sjáðis. Og já, svolítið erfist að þeir stilla sér í rauninni bara fullkomlega upp til þess að hann var aldrei að fara að ná þeim báðum nema með einhverju rosalegu spraytransfer.
þá er efnahagurinn hjá drottningum farin held ég. Nokkur, nei, mér sýnist þetta alltaf forsa. Meðan efnahagurinn er ágætlega healthy hjá guttum sko. Þetta er bara lítið út. En þá skulum við aftur minna okkur á það að þeir eru með line-up sem er ótrúlega defensive á þessum mappi. Þannig að það má ekkert afskrifa drottningar þótt að þið tapi fyrir hálfleik sko. Þetta default er kannski aðeins næri lagi, tilbúinir að treyta, satt fyndi, já núna kemur dökkar tilbaka, þeir svona eiginlega skildu bíði bara eftir. Og Agnar nær að flýja, mér finnst það í rauninni ágætt bara í þessari stöðu sko. Dökkar nær SLS í húka á meðan og Ibsen í frekar erfiðri stöðu en það er spurning hvort hann náir eitthvað að vinna með þetta. Nei, ekki svona og Agnar reynir að nota hnífan aftur á longinu og það gengur ekkert. Psycho var alveg tilbúin fyrir hann. Ace með ressið en ég er ekkert viss að það sé worth. Ég held að þeir þurfi bara að reyna að ná sér 2 byssur og þeir eru með 2 byssur, bara halda þeim. Ég held að það sé eina vitið í þessu stöðu. Já, mér sýnist það að vera callið sko. Kutar sína þeim samt virðingu, þeir eru ekki að keyra eitthvað á eftir byssunum. Þeir eru bara að hætta sínu stöðu. Þá fyrir maður bara að spyrja sig hvað geta drottningar gert öðruvísi. Það er allavega búið að vera frekar erfitt fyrir það að keyra inn í Viperinn þarna á B. En að vísu hefur þetta seinustu round verið Jett og Viper. Þannig að það er ekki eins og að keyra inn í Viper og Killjoy eða Sage sem eru með ótrúlega mikið stól. Gæti kannski bara reynt að beita út Viper-dóti, býða eftir execute í kjölfarið af því. Þeir hafa heldur ekki kannski tekið eitthvað sem er alveg nógu hratt. En það er einmitt kannski málið, það er ógeðslega erfitt á móti þessu line-upi. En ég er bara að pæla, hvort það væri hægt að gera eitthvað hratt í gegnum showers. Sage setur alltaf upp, eða Kaffi setur alltaf upp back. Hörru, Ibsen, þeir eru að keyra inn í húka, ætlaði að gera ráð fyrir. Nei, þeir gera ekki. Á hvað dassaði þeir Psycho? Minnst þetta klikkað að hann hafi náð Ibsen í kjölfari. En Ibsen var þetta mjög low. Hann hafi dassaði örugglega í hengur svona klopp eitthvað úr loftinu. En þetta allavega virkaði upp á að draga þá 3 í burtu frá A. Þeir eru að standa allir bara á CT-spánu og eru að pæla bara hvað er í gangi. Og meðan planta er Ætli Ace ná þessu. Já, Ace nær plantinu mjög low en nær plantinu. En það er res í húka. Þeir vita samt að þetta er húka. Þannig að það er spurning hvort að þeir átti sig ekki á því að passa bak. Ace er svona, jú herru, þarna er Molly. Psycho ætlar bara að keyra gegn það. Nei, hann bara gerir þetta. Ibsen nær treytinu en Kaffi nær síðan treytinu á því. 2-2, Freezy komið nálægt ekki lamps, komið mikið pressa. Það verður ná þessu. Nei, nærði ekki. Þeir þurftu báðir að vinna treytið sín til þess að þetta myndi virka. Róttnúi gerir vel. Freezy vissi ekki hvort hann hefði feikað TP eða ekki. Og bomban byrjaði að tikka lágt. En já, Psycho kom bara fljótandi að það í gennum gati og hnífaði Ace bara. Hann gerði það bara. Þótt að vera Molly hann í hurðinni, bara já, ég hoppa bara yfir það. Ég með hnífa, þú veist. Líka, þú veist, steikbæti kom einhvers staðar allt annar staðar frá, samt klírar hann þetta hot. Það er eitthvað sem við ættum öll að venja ykkur á, sko. Að klíra alltaf öll hot. Sama hvað þú heldur á gæðin sé.
gæti alltaf verið í horninu sko. Gott pick hjá drottningum í húka og þá er í rauninni spurning hvort það ekki hægja þess sko. Rottukóku TP að breyta á B. Er þetta geggja TP? En síðan hérna Ibsen sem sagt Snakebiter. Rottkókur nær samt alveg klálega að opna þetta round. Nær þarna öðrum. Aron er að vera ótrúlega erfiður fyrir þá hérna í elbow og meðan Ibsen er að horfa á það angle er hann alveg exposed fyrir hurðinni. Þetta er alveg nógu vel gert hjá drottningum þetta. Þeir ætla greinilega að vinna með eitthvað bara svona að spila af diffusinu. Það virðist vera að vinna. Það er verra play heldur en þeir hefðu kannski bara reynt að halda þeim hann í hurðinni. Eis með gott jump í þessu. Það hefur lænað sig þannig upp að þið geta ekki fyrir þannig í það. Agnar, næður samt að berga sig. Það var svo ótrúlega vel gert að ná að breyta þessu í 2 1v1s. Kutar í rauninni bara með gott retake. Bara ég held sko. Þá er efnahagurinn hjá kutum orðin eitthvað örlítið verri. Þeir gætu forsað eitthvað en mér sýnist þeir ætla bara að taka eitthvað 4 manna digluröss hérna á miðjuna. Hvernig ætli það já, það er svínvirkar. Það er svínvirkar. Vá, það er ég er bara í sjokki hvað þetta var geggja vel gert hjá þeim sko. Omen flassið og þeir eru 4 hérna og bara já og síðan Freezy hérna TPR á B kjölfarið getur TP upp á hann og vekk til að reyna eitthvað play sko. Það er alveg búið umkringja og ressið þetta var bara eitthvað semikaup sem að kutar eru algjörlega að láta bara breyta í sitt round sko. Agnar fyrir sprayið og það tekst ekki. Þeir sýnir sig þarna aðeins. Hann er í ómögulegri stöðu. Þetta var bara virkilega vel gert hjá kutum. Þetta round sko. Ekkert smá. Það er bara óháðu turntable sko. Það er bara allt í einu eru kuta bara í blúsandi kaupi og drottningar í einhverju forsi eða eitthvað þýrlíkt sko. Það er bara þetta er bara þvílíkt sem þetta snýri leiknum við sko. Þetta var bara geggja. Ætli að píkja þetta, træpíkja þetta, nei. SLS sniður og hoppar og deyr ekki, ekki einu sinni leggaðir eða neitt. Geggjað. Vel gert hjá honum. Þeir eru komnir 3 að venda B. Spurning hvort Agnar taki bass inn og hvort hann ná eitthvað að vinna með það. Ibsen. Ibsen tók eitthvað svolítið dræ. Hoppana út sko. SLS er allavega að ná að pikka eitthvað aðeins. Það er búinn að taka vappan líka þannig að hann getur svolítið treyst á það að hann sé að fara að taka bara einhver aim-duels og vinna. Hann er ekki bara að fara að píka einhvern vappa og deyja. Þetta er samt erfið staða 1-5. Þú veist í rauninni eiginlega ekki neitt gæjana. Pældi hvað þetta eru mörg angul sem það þarf að klíra. Ekkert smá mörg. Þeir eru samt eitthvað að pæli hvort hann hafi. Vissu þeir ekki að þeir eru með bombi? 30 seconds left. Þeir eru eitthvað að pæli hvort hann hafi farið að. Núna veit að hann er B. Þá getur hann alveg sterkið feika móti en það er að já
stundum þegar maður í svona stöðum þá bara verður maður svolítið að gambla sko. Hann vissi ekki hvar neitt var sko. Ef hann hefði komið hinum meginn út úr dúp þá hefði alveg eins einhver geta verið bara í oktagon eða þú veist, eða í elbow tilbúin svingan eða eitthvað sko, þú veist. Bara vel gert hjá honum að ná allan á 2. En þá reynt á A-ið. En það eins og að hlutar hafi séu spá fyrir á því að færa Psycho og Ducker yfir A, einmitt. Já, Ducker bara að halda þarna close í öltinu sinu. Kaffi. Vá, hvað hann kólaði það bara einhver væri í þessu allan hodni og Agnar kólaði það á móti hver kaffi er. Þeir eru allan konum með plantandi showers. Það er samt ekki með neitt á postplant dótinu sinu sko. Psycho er allan með vappa, aðeins erfiðara fyrir hann að reyna eitthvað að rýta eitthvað. Það verður vel að býða til vinnismenn. Freezy er að koma í bak. Spurning hvort að Ace er tilbúin fyrir það. Last player standing. Já, nei, ekki alveg mjög tilbúin. Það er bara líka bara pinguðu bombuna og eða svona tappuðu bombuna segi og bara leyfðu þeim bara að spraya að noti ekki neitt sko. Það var hálf vonlaust sko. En ég fekk allan plant. En Kuta lási á eiginlega að mínu mati, þannig að þeir myndu fara Placing alarm bot. Þeir virðist alltaf að vera duglegir að róta þetta. Núna er Ducker aftur á A, en samt Aron kominn aftur á B. Spurning hvort að drottningar ætla að taka eitthvað hratt. Það verður áhugavert. Þetta Freezy sé ekki tilbúin með flassi samt sko. Gæti verið erfitt. Það er bara að byrja strax á slow orb. En ég meina það er satt aftur þessi spurning sko, ok, þú kastaði slow orb en hvað græddirðu? Tíma sem skilaði sér í rauninni ekki neinu sko. Það veiktist ekkert með slow orb sko. Herru, þetta er geggjað. Þeir ætla að vola sig yfir. Þetta er annarkvort geggju hugmynd eða ömurleg hugmynd. Það er frá komið ljós. Þetta er bara pinkubons. Það er flass á undan. Nei, herru, þarna kemur Omen flassi. Og að geggjaðir hafi náð að beita það út af því að og væpir til því áður en að veggju þessi yfir. Núna geta ég bara gert það. Geggjað. Það er gott entry. Það er líka kaffi. Kaffi er on point í þessu við. Ace nær kaffi, nær beita þarna með ressi. Aron með ágætsvöld. Og þeir tíkja bara. Þeir segja bara, herri, við þurfum ekki að planta hérna. Við þurfum það bara B. Ef þú ert að ulta hérna, þá þurfum við bara B. Það er bara geggjað nema hvað að Ibsen og Rottukongur eru fastir á Ace var að slæmum stað. Ef þeir ná SLS núna þá er það bara búið sko. Það er bara diffuser. Þeir farur bara í diffuser núna. Já, af hverju ekki bara stikka það? Af hverju ekki bara sjá neitt annan? Herru, Ibsen kominn með eitthvað svona postplant dæmi þannig að það bjargaði þessu og Rottukongur næst. Já, vel gert Rottukongur. Last round before the switch. Ég held að þeir vera alveg búin að klúra sig með að láta bæði Ibsen og Rottugong hanga eitthvað að sko. Þeir breyttu sig basically 2v2 af svona liggu yngra ástæði sko. Það var last round. Það var áhugavert að sjá hvort að það byrjar allan vel, hvort að drottningar ná að jafna metin, byrja mjög vel, ná hann að killi og Kaffi er reynda með res og mér sýnist Kaffi vera að taka, þeir eru samt að
secura hann mjög vel, þeir ætla ekki að leyfa hann að ressa. Það væri hálf skemmtilegt að sjá það hreinlega bara bíða og bara beita út ressið og náðum báðum. Nei, mér sýnist kaffi verður búin að gefast upp á hugmyndinu sko. Hann segir bara nei, ég er ekkert að fara að ná að ressa þig. Aron treyður sér aftur hann í elbow og ætlar átt gangi sér ekki döður. Jú, fastur í slow-orbunu og mollíinu. Kaffi bara hleypur inn að í gegnum smókinu er henni hjálpar hann að koma inn á. Hefði þurft að vera aðeins lengra inn í hurðinni. One enemy Ibsen er hann einum og þá er bara Ace og hann einn eftir á móti 3. En leiðilegt að sjá það svona með við ef maður hugsar að Agnar opnaði rándið svona ótrúlega vel með því að ná Psycho sko. Það var í rauninni 30 seconds left. ótrúlega leiðilegt að sjá svona kaffi komast þarna. Free You kill, fought well. geggjað. Hann heyrði Freezy TP í burtu. Treystir hann því að Freezy sé komin eitthvað lengra? Já, hleypur bara í gegn með hnífinn á lofti. Hann hlýtur nú að... Nei, það er satt svo lítill tími eftir. 10 seconds left. Freezy mjög klár. Ætla bara að beita planti og kemur síðan í hann. Óþarf að taka einhverju sensa. Óþarf að mæta honum eitthvað og Ace eða þá kannski bara hausa hann og síðan á planti og þá hann Switching sides. skilið dökkur eftir í frekar erfri stöðu. Þannig að drottningin var ekki að jafna í hálfleik en sko mín skoðun er svo að þetta Viper Double Sentinel dæmi á Bind sé rosa sterkt defensively þannig að 5-7 í hálfleik myndi ég telja nokkuð gott. Það var bara að vona að defensive gameið hjá drottningum sé ágætt. Þeir eru náttúrulega líka með Viper og Sage þannig að margt sem að þeir hafa líka. Úf, byrjar ekki vel samt. Agnar píkar og er bara kappaðir. Núna er það hann sem verður að taka long run hérna til að fá heal. Úf, SLS. Ég meina hann hitti Gaffi eitthvað aðeins. Þetta er... Hvert ætli skotur að það farið í kjölfari sko. Og það eru bara með góð eftir í sérna. No charges left. Healing. Já, þeir eru að kutar eru að gera rosalega vel. Nei, Ace eru að fara að drepa núna. Það býst ekki við Freezy þarna upp á. Ibsen er komin inn á, nær einum. Mollaður út og svingar aðeins og vítt. En Rottukongur búinn að ná 2. 1 og 2, þetta er duoból. Þetta er vinnaból. Og held hann viti það báða. Þannig að það verður bara að... Þetta hefði geta hefnast svo vel. Hann var næstu búinn að breyta sér í 2 1v1 þarna. Hann bara hitti ekki alveg nógu vel á Psycho. En þá er spurning hvort að kutar ná að byggja upp momentum sín megin. Skilur á móti þessu line-up sem eru með. Þeir er allan að virðast fara í nokkuð fullkaup nema Kaffi bara ennþá á ghostinu. Spurning hvort að hann sé að spara fyrir vappa, handa Psycho eða eitthvað slikt. Og SLS næra endri að það húka. Ágætt. Og Agnar næri ekki neinu samt í Octagon. Rottukongur komin í bak, en Aron er bara... Placing swarm grenade. Swarm Hann er bara grenade bakinn out. hérna. Vallarnót og mjöguleg staða fyrir Rottukong. En Ibsen hefði kannski þurft að vera aðeins fljótur hérna til að koma í bakið á honum meðan hann var að dúla Placing swarm grenade. Dúla Swarm Rottukongur. grenade out. 1 HP. Já, nei, ok, hann nær honum. En núna vita er Ibsen Last og player standing. Psycho hikar ekki við að bara fara í fætin, sko. Nær Ace í leiðinni. Þetta ránd var allan fljótt að liða og nú geta drottningar komið bara fullkaup inn í þetta.
Mér langar eiginlega mest að vita núna hvort að þeir eru fullkaup, hvort að Agnar og SLS sé að fara að spila safe eða ekki að ná B. Get out of my way. Það er svona smá júning sko. En Ace hérna með klassíska vegginn og sér ekki neitt. Það er ofta nokkuð sér þetta fyrir hann, þannig að það hefna svo sem. Það kannski selur það svolítið að það sé enginn að nöppi. Þannig að þeir kannski búast ekkert við Ace. Gæti komið sér vel fyrir það. Þannig að ágætis hold eða stól að minnstakosti, reynda næga tíma eftir, þannig að ekki mikið sem að Kuttar þurfa að gera enn þá. Rottkókurinn svona smá low, hann má nú eiginlega ekkert eitthvað píka of mikið, hann þurfti allavega að hoppa og píka. En sjáu infóið sem Agnar komið með þetta lengst og langt. Vá, Dökkur heyrði droppið og bara kemur mittið en Ibsen með go trade. Og Rottkókur líka mikið eftir smókin og hensar þetta bara. Vel gert. Missa bara 1 í fyrsta bærandunum sinni, það bara geggjart. Vel gert þetta drottningum. Það þýðir nú samt að Agnar getur nú keypt ef hann kaupir ekkert utility en síðan kaupir Rottkóngur þá har hann engan armor. Þau þurfa eitthvað að plana þetta betur. Það er 8 sekundir til þess. En núna eru Kuttar komin á fullkaup og þeir virðast ætla þetta er annarkvort fake A með þessum vegg eða einhvers svona default. Það sé ekki bara einhvers svona default bara. Já, Agnar nær hann að píka með tjekklinginu sinni. Spurning hvernig hann keyrir bara út og reynir að ná Psycho. Alls þar annars staðar virðist þetta að vera bara svona nokkuð. Nei, Agnar fellur bara tilbaka og Kaffi bara eitthvað svona aðeins að prota. Reyna að beita út eitthvað utility. Og það hægt round. En þetta Kuttar ætla ekki síðan að springa bara inn á B. Og Dökkur með hann gott entry. Agnar samt í óþægilegur stöðu fyrir þá. Rottkóngur TPS átt á frekar fyndinn stað. Spurning hvort þeir hafa heyrt í honum. Jú, örugglega. En spurning hvort þeir ná honum. Nei, það var Rottkóngur nær easy. Og það kom bara 2 heyr umkringjan bara til þess að ná honum. Dökkur últar til þess að komast inn á D. SLS nær hann Psycho long. Sýnir sig að Agnar nær honum. Last player standing. Spike down. Og Ibsen bara heyri Aron einhvers staðar þarna í einhverju fáránlega leit lurk. Tekur við honum bara. Þá hugsa ég að Kuttar séu aftur komnir í einhvers konar lítið kaup. Þannig ekki fullkaup, já við sjáum einhverja judges og 1 judge og séum bara nokkurn veginn spara eða eitthvað. Og meðan að drottningar ætti ennþá að vera fullkaup. Þá sjáum við bara hvort þeir ná aftur að gera eitthvað klikka eins og þeir gerðu þarna í fyrri hálfleik þegar þeir bara unnu 13. Þannig að þeir ætla bara að taka showers. Ef þeir komast í kennu showers sem er svolítið verið að gefa þá geta þeir oft náð planti. Þetta er skemmtilegur veggur, Ibsen. En Psycho notaði smókarinn sem ætla að labba bara í gegn og nær sér Rottkóngur. Úf, þetta var óþægilegt. Og Psycho kemst sér inn í lamps. Hann er núna á leiðinlegum stað. Ibsen er alltaf upptekinn á honum, þannig að Kaffi kemur bara eitthvað með klassíkinn í bak, nær því bara eitthvað. Og síðan eru þeir bara komið hérna. Þeir eru 5 og 3. Og úf, SLS eitthvað að reyna blindfærið, áttar sig ekki á því hvað hann getur verið close á Psycho. Ace loksast nær Psycho, en 4 og 2 og búið að setja upp eitthvað showersplant. Þetta er alveg freka pirrandi staða fyrir þá í drottningum. Ég er ekkert vissum að, nei, Dökkur er með postplant, þetta er búið. Þeir þurfa bara að halda þessum byssum í drottningum. Það er ekki flóknar um það. Og þú veist, í rauninni bara vera ánægðir að, vera ánægðir að þeir sig ekki með þessu í staðinn, sko. Last player standing. Já, þau verður bara að reyna að gefa þeim ekki neina byssur og halda sínum. Þeir eru bara að missa eina og
Thrifty. Já, þetta er allir 3, ok, þeir gáfu þeim allavega ekki neina byssur og Agnar hélt sinni. Ég held að það sé svona meðu hvernig það þróast. Þetta var bara datt allt í sundur þegar að Psycho labbaði bara eitthvað þarna fram hjá Ibsen nær rottukongi, nokkuð vissum að hafa komið rottukongi mikið óvart og Ibsen verður einhvern veginn allt og upptekinn af því, þannig að hann er bara tekinn í bakið, heldur kannski að sé einhver að horfa á sjáver, sem hann var einhvern veginn á þannig anguli eða einhver upp í heaven sem ég held að SLS hafi verið, þú veist, sér ekki neitt. Já, það var flott round hjá Guttum, bara geggja round hjá þeim. Psycho með gott jumpvíkina, nær að forast fyrsta vappaskoti. Ace með geggja holt hérna. Sniður að píka ekkert Psycho. Hann er búið með allt í utility hérna. Ok, nær flýr baku vegginn þeirra. Það er mjög sniðugt. Þeir eru minnst Agnar verið með svolítið aggressive píkina. Allt of setn að dassa. Allt of setn að dassa. Hefur bara dassin í smókin. Og dökkuna er SLS og Freezy komin í elbow. Þetta er erfist en það er svo Ibsen gerir það fyrir Ibsen dettur í sprayið, það virkar ekki alveg, en Ace er svolítið óþægilegum stað þeirra, ef hann heldur sér bara þarna og Rottukongur líka, báðir svolítið óþægilegum stöðum, þannig að ef þeir ná að halda því þá verður þeir frekar góður, en Aron er samt til að bara klíra aðeða með, þannig að mér finnst nokkuð líklegt að þeir séu bara að fara að rótita kuttar. Já, bomban er á leiðinni, já. Hann er bara að setja upp kill dótið sitt og bara rólegheitum minna að Aron. 30 seconds left. Já, Ibsen er alltaf tilbaka núna. Rottukongur hlaupandi, run and gun Spectre-inn. Ég segja, Spectre er geggjubissa út af því þú getur run and gunna með henni. Ekki flóknar en það. Það er þetta 3 og 4 en samt Kutar eru með þetta killjoy og þeir læna sér upp hérna. Vákar eru heppnir að náði bara Ace. En sko, sjáu hvað dökkur er með Elmerson. Bara vákan lengst að fyrstu. En þeir klera ekki lamps. Þeir bara klera bara ekki lamps. Og Aron nær Rottukong. One enemy remaining. Og dökkur nær, já þú veist, já. All right, I did. Já. Það er eins og drottningar hafi bara glemt að lamps verið til þarna. Í þessu tilfelli. Og þá er staðan allt í einu bara 11-7. Ég var nú eiginlega að búast við sterkari sjóing frá drottningum í seinni hálfleik. En þetta er ekki búið ennþá. Þeir geta nú líka bara, kannski geta þeir tekið eitthvað svona turnaround, round eins og Kuta tóku. Vá, hvað ætli SLS hafi gert mikið damage á dökkur hana. Rottukongur, vá, Rottukongur með 2 geggjum og damage, nei, what? Fór þetta? Jú, hann damagear hann Psycho einu sinni. 2 á 2 og Agnar er með hnífa og Ibsen er á leiðilegum stað. Ibsen hljóp samt og Agnar erfitt pík, já, þá er þetta orðið hans erfitt fyrir Ibsen. Ef Agnar ætlaði að píka þetta, þá er spurning hvort Ibsen hefði gett að hlaupa meira, sko. Ég held að Ibsen hefði bara hlaupið eitthvað smáhæs og síðan hafði þeir, já, samt skrítið hafi báðið verið að horfa í þátt ef Ibsen gaf frá sig einhver hljóð, sko. En þetta er ekki búið ennþá, hann getur tekið 2 hausa, þeir eru báðir smá low, þannig að það er bara 1 ding frá Sheriff, hvor. Það er bara góður, mér sýnist að hann verið að koma, já, kemur hérna, Aron er óveru, en er komin í svolítið erfiða stöðu, þarna, þar sem að, það er bara með 4 skot. Hann giskar á að Psycho sé short, Psycho var í lamps. Samt, þú veist, ef þeir væri ekki komin í matchpoint þá hefði ég kallað þetta bara geggjespar, þú veist, tókum 4 með bara frekar þrift í dæmi, sko. En núna er bara matchpoint og núna er bara döð að drepast, sko.
og hafði þannig sé ekki eitthvað mikið áhrif á efnahaginn og kutum. Þeir eru fullkaup og að minnstakosti 2 ef ekki 3 en geta keypt aftur hjá blötu tapi. Ekki það, skiptir ekki máli, drottningar þurfa að vinna öll ránda sín núna. Ok, þetta búist ekki verið hann ólíkt honum að ná ekki einu sinni einum úr þessu treyti. Hann náttúrulega reyna að það geta smissa í burt ef það tekist. En hann Ace á mjög cheeky stað. Þeir búist við það aðeins sprayinu en nær samt einum sem fínt. Rottugangur notar TP sitt hreinlega bara til þess að relocata. En setur hérna eftir og ressi á Aron. Þetta orðið mjög erfitt. Agnar mér sýnist að vera að rótita að eitthvað pæli í því allavega. Ef Agnar nær einu piki þá væri það mjög gott. Eða hvað, þeir eru bara aðeins að láta klukkuna tifa og síðan keyra þeir inn á B. Já. Ég er ekki vissum að rottugangur sem Omen ná að halda þeim eitthvað þannig nema að nái bara einhverjum rosalegum hausum sko. You should run. Þeir eru óhræddi við að láta klukkuna til henni. Þú spila bara eitthvað á júltinu. Úff, kaffi. Það sem þessi maðurinn var að hitta. Nú er hann hérna einn með vappa á móti 4 og inn í Viper-ult. Þetta er erfið staða if I've ever seen one sko. Þarna fekk hann kannski smá tækifæri að taka dökkur en dökkur bara droppaði bara þetta niður og skaut hann hérna. Já, það er staffið. Og þannig fór það. Þrettán sjö og Kuta taka báða leiki. Samin að Psycho var reyndar að gera rosalega góða hluti. Með yfir 2 í KD og bara já, 7 first bloods, wow. Já, hann á alveg skilið hrós fyrir hennan leik. Þótt þetta hafi endað svona, þá var þetta samt sem að það er mjög skemmtilega leikur. Skulum gefa báðum liðum það eða þess að, já. Þá förum við í stigin. Þá er þetta sem sagt orðið svona. Og Kutar eru með þá 4 stig í 4 leikjum. Ótti með 2 í 2, Lind með 0 í 4 og Drottningar með 0 í 2. Og síðan ætlum við já, klukkan er ekki það margt. Við ætlum að horfa einn leikviðbót eða streyma einu leikviðbót. Það voru Ótti og Vidgar sem mættust. Það var 2 leikja viðureign en fyrsta myndbandið þess að fyrri leikurinn það kroptaðist recordingið af því, þannig að við getum því miður ekki séð hann. En það var ótrúlega spennandi leikur í Ascent sem endaði 11-13 held ég fyrir 8 og já, mjög spennandi og jafn leikur. Synd að missa hann en í kjölfarið mættust liðin í Bind, þannig að við förum bara í þann leik eftir 5 mínútna pásu. Svo þegar hann er búinn þá getum við kallað þetta gott í kvöld.
velkomin aftur. Já, í pásunni þá fór ég aðtúaði og það var sem sagt fyrri leikur Ótta og Vitka endaði 10-13 fyrir Ótta. Það var í Ascent. Ascent var að ég held pick hjá held að hafi verið pick hjá Vidkum og þeir hafi verið attackers í því mappi og þeir og bænsi pick hjá nei, það er auðvitað. Það var pick hjá Ótta. Þannig að bændi er map Vidka og sjáum Ótti er í Defenders og Vidkar eru í attackers. Fyrsti leikur okkar með Vidkum, hann er kannski alltaf lagi að kynna það aðeins. Það er sem sagt Hugstar, Deathcake, Minkur, Addi og YC. Sjáum að hérna er aftur það sem ég er að tala um. Ótti er líka að spila með þetta. Bind, Viper, Cypher, Sage. Þannig að Viper, Sage og síðan annar Sentinel. Rosalega vinsælt fyrir störa þetta line-up. Síðan eru Vidkar aftur á móti með að nota Brimstone. Hann var náttúrulega einu sinni rosalega vinsæll á Bind. Rosalega næs að geta ultað húka og lamps og frekar auðvelt að farma orb sem maður vill fara þá leið sko. Síðan eru þið með Raze. Við tölum það í fyrri viðraukuta sem við horfum að fyrst í kvöld að Raze getur alveg púlað double duty á þessu mappi sko. Þannig að Hugstar á Raze þóri jafnvel að segja hann sem frekar frægur fyrir Raze-in sinn, þannig að það er gaman að fylgst með því. Og þeir byrja á attackana, sjáum hvernig þeir nota. Þeir eru náttúrulega með breach-in, þannig að þeir geta reynd að nota flushina eins að vinna gegn þessu defensive line-up hjá Ótta. Sniður boombotana hjá Hugstar clearar allt húka versus þessi sem maður sendir frá byrjunni, hann clearar rauninni bara vinstri hliðina. En sjáu hvað skrufin er komið, hann er bara komið back. En Peter getur allavega þetta flash og mjög lágur. Cake komin inn á, allir komin inn á, skiptir ekki með máli að skrufin er komin í back. Jú, hann er Hugstar og YC. Úff. Og hittir bara alltaf að þeir eru bara eitthvað út á miði gólfi að skjóta hvern annan. En við erum orðið tveir á móti alltaf einum. Mjög erfið staða. Úff, já það er bara, jú, þetta move hjá skrufin bara klárlega borgaði sig. Koma hann í bakið og já, náðu þarna Hugstar og YC var alveg geggjað. Big props to him. Ég þori líka við að segja að hann hafi bjargað þessu rándi fyrir Ótta. En það náttúrulega gefið þeim gott forskot inn í hennan leik. Sjáum hvort það er ná að nýta sér það með að raða inn fleiri rounds í kjölfari. Svona 3 af þeim að kaupa sér Spectres, 2 með Ghost. En það er Force frá Vidkum. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig það spilast út. Þetta er rest allavega og Cake dashir hérna inn á og með flushin flushin hafi kannski ekki virka alveg nógu vel út þegar það smókar út allt. Allt er nærna Edison og Þorsteinn F. mjög fyrstu varnar. Þeir ná inn hvor og þetta var flott movements þarna hjá Hugstar en gunplay þarna bæði hjá honum og Þorsteinn var svolítið erfitt. Skrufin aftur komin í bak, svona nær 2. Það er alveg, ég þurfa greinilega eitthvað að reyna að hindra hann eitthvað í svoleiðis moments.
Þetta Force borgaði sig þá ekki fyrir fyrir Vidka og Need a drop. þá eru þeir bara, þeir ætla samt að taka Diglukaup núna. Jú, taka Diglukaup að 1000 kall eftir, það virðist alveg alltaf að borga sig, ok. Fara aftur í áttina B nema bara Hugstar að vinna Showers eitthvað. Og ég held að Hugstar hafa ekki verið að búast við því að Mínindagris eru komin að nút en rosalega punktur hérna. Skrufin nær alltaf neðan. Og Edson með gott píka það. Vá, herru, skrufin var bara strax komin í ultið. Hún bara fyrir móti minknum þegar minkurinn er alltaf flassan. Þannig að það er mjög getið hann. Við erum spilað hjá skrufin. Vá, YC með 1 skot eftir. Og það skýtur rétt yfir hausinn á skrufin. Það hefði verið rosalegt ef hann hefði náð 3 þarna með 6 skot í sérefnum og 3 gæðar. Það hefði verið geggið sko. En þá erum við loksins að keyra inn í gunroundin í þessum leik. Vidgar, fullkaup, en Mínindagris hjá Ótta komin á appan og bara 1 spektir þeim megin. Þannig að þetta er bara svona full on kaup hjá báðum liðum, eiginlega. Sjáum hérna Hugstar, hann er alveg í alvörunni. Ég held að Mínindagris hafi í alvörunni labba bara á milli skotana hjá honum sko. Hugstar spáði alveg fyrir þetta og já, vá. Þetta hlýtur á sekundi. En Vidgar láta þá reyna á B í staðinn og Þorsteinn F nær minknum og Adda þarna í húka og skrufin með sig keik. Og þá er þetta bara YC eftir sem er einhverju lörki hérna og bara píkar og Mínindagris var skilin eftir með vapp alltaf halda, þannig að hann nær honum. Þannig að fyrst af gunroundið hjá Vidgar bara endar í flawless fyrir Ótta. Hann sé óþægileg staða. Þeir verðast aftur alltaf bara að kaupa sér niður í einhvern 1500 kall. Sjáum hvað er að gera með það. Right there. Diglur og lítill armor. Classic. Sko ef þeir nota breach flushin rétt þá gæti svo sem þeir eru að spila þetta svo framanlega hérna. Ó, hann leggar minkinn. Mínindagris. Minkurinn heppinn. Ef þeir nota flushin rétt þá eru þeir að spila þannig að þeir ættu nú að geta mörg. Og Hugstar nær eftir sem þeir eru að treyta Addin. 2 geggjuð Diglskot. Vá. Og síðan bara follow upið á Peter. Vá. Addi að bjarga þessu rondi með. Vá. Hvað er þetta? Litla 4K bara. Easy peasy. Vá. Já, Hugstar tók hérna 1 með ultinu sínu og hann nú að treyta og síðan kom Addi bara að hreinsaði. Þetta var geggja hjá honum að þér. It goes here. Og þetta var líka thrifty, þannig að við sjáum, og þeir lifðu náttúrulega þó nokkur af sko, þannig að þeir pikkuðu örugglega byssur, þannig að við sjáum hvort þetta svona kickstarti Vidgum aðeins aftur. Hljótaðurinn átt að sjá því að skrufin er svolítið aggressiv, en svo sem ef þeir skjóta myndavélina strax þá veit hann alveg að hann á ekki að vera aggressiv. Þannig að spurning hvort það sé í rauninni bara counteri sko. Skjóta bara myndavélina og síðan fara að gera eitthvað annað. Sjá þetta rotate. Edson líka komið svo framalega. Þorsteinn F með rosalegt one-tap á Hugstar random maður. Ekkert smá. Sjá þetta allir gengur. Já, hann tekur inn. Næra fleirum. Nei, vekkur kominu upp. Sko, og Peter næra hann að keik. Og allir næra að treyta en sýnir sér síðan ekki aðeins svo vítt. Mínindagris komin að það með vappan. Og voru náttúrulega bara komin svo snemma, bara 4 á B út af einhverju rótiti. En þú veist, nú er minkurinn fastur út í einhverju hotni og YC veitilega ekkert hvert hann á að, þú veist, horfa að píka eða út af það er vappið að einhvers staðar á svæðinu. Og
Edison allavega að fá hellinga info fyrir ótta, en 30 seconds left. ég held að minkurinn þurfi að vera með rosalega gott flass ef hann á að komast út af þessu. Ég held að þessi smókar, þú veist, já, ég held að þessi svolítið, One enemy það var remaining. svolítið mikið bjart sín að alltaf til þess að þessi eini smókur myndi covera nógu mikið til þess að hann myndi ekki lenda í vappanum, sko. Og það er þessi bara, hann er búin að vera svo ógeðslega setna, þú veist, hann hanga bara hann allt rondið, þannig að ég held að YC alltaf búist við honum frekar að einhverju hotni inn á sæt heldur en einhvers staðar að hlaupa í baki á sér, sko. Já, þetta round sem að Vidgar náði ekki alveg að kapitlæsa það. Mér finnst svona einhvern veginn eins og þessi aðeins búin að vera að reyna að fara aðeins og mikið B og keyra, þú veist, þau lenda bara þessu vegg, sko. Ok, ágætt stönn, nær Minidigrís. Þeir ná tveimur á A. Minidigrís einn eftir í vappa. Það er núna komið með nýfana. Peter mættur líka til varnar. Núna, það er 1 mínútu og 20 sekundur eftir. Núna væri kannski einmitt betra að teygja þess á defendurunum, sko. Reyna bara að byrja að vinna einhvers staðar þar sem að þið eru tveir saman að píka og reyna að ná bara einhver svona pikki þannig þar sem þú getur treytað. Þarna hefði þurft að fylgja högstar aðeins meira. Eitt gerir samt ágætlega, en Minidigrís kemur bara í bak. Kemur bara út úr portalið og YC einhvern veginn búin að vera svona aðeins og miklu með eitthvað, lörkum eitthvað. Ég veit ekki, það gæti kannski verið, þú veist, gæti kannski hefnast ágætlega svona jafnaði, en allavega þessi 3 eða eitthvað round sem við höfum séðan gera það í þessum leik hefur það ekki verið að gera eitthvað ekki að gera hluti, sko. Hann er nú samt að ná 30 planti. seconds Þetta er 1v2, þetta er alveg klálega doable. Spurning hvort hann hafi ekki heyrt í TP-inu þarna hjá Minidigrís og viti hvað hann er. Ef hann næri að swinga Peter, ég held að hann búist aldrei við því, já, vel gert. Og hann heyrir í Minidigrís koma hlaupandi þarna. Hann er með allt info í heiminum. Hann ákveður að kýla bara í ulti, en þetta er geggja play. Því að þetta neyðir Minidigrís í fangi á honum. Og það veist. Ok, þetta var geggjað. YC má eiga það, þetta var bara ógeðslega vel gert. Það voru komin 2 round á blað hjá Vidgum og full kaup í báðum liðum. Og núna virðist þetta alltaf meira að vera bara svona default. Herjá, Deathcake og Minidigrís ætla ekki að taka eitthvað geggja vappadúlina. Þetta er spennandi. Spennandi. Og Cake vinnur. Núna eru þið með man advantage. Núna held ég að þeir þurfi bara aðeins að spila hægt. Og YC þarf að vera tilbúin að treyta data hérna. Ef að... Nei, allir er út úr. Ok, þá... Vá, högstar er bara komin allar leginn í laps. Svo þetta er enginn einhvern veginn að vinna með honum. En Cake reyndar, þetta er geggja angul. Hann festi Edison og Þorsteiner bara hann inn á. Peter reynir að Last player standing. fara ekki með TP, smá risky play, sko, með aðstöðuna sem var í, og einmitt minkurinn er hann bara tilbúinn bakinn á honum, tekur hann út og Þorsteiner veit að hann er fastur hérna út af Cake. Vá, hvað Cake er að vera að fatta að byrja að bakka hana til þess að Þorsteinn sé ekki bara að keyra alveg í andlitið á honum. Vel gert hjá honum að ná að sleppa, mjög heppinn að vera hausar hann í gegnum vegginn. No charges left. En No ég líst vel að þetta hjá Vidgum, Addi er að koma og YC. Þeir ætla ekki að leyfa honum að Þorsteinn að komast upp með að halda þessum vappa, sko. Þannig að myndavélinn pingar hann. Hann þurft að skjóta, eða þú veist, það er spurning hvort hann hefði eitthvað þurft að skjóta hana. Hann allar að skauta hana og þá er mjög öll að fylgja eftir.
Þannig að leikurinn að jafnast út. Það almennilegt. Og svolítið skrítið kaup hjá Ótta núna. Lítill armor á 3 eða samt það bara 1 judge, þannig að þetta nú samt alveg ágætt. Það virðist ætla kannski að vera eitthvað smá aggressiv þarna. Nei, myndi ekki sem það fæla sér þarna með judgein. Bara þetta B-setup, Viper og Viper og Sentinel. Það líst bara ekki nógu vel á það, það bara overvitt til að vera og vel gert, ég hugst það hana. Þú veist, ég myndi að jafna þess að það væri mjög overvitt að díla við það til þess að, þú veist, nenna að setja svona mikið púður í að, þú veist, reyna að ná bíðinu, sko. Þorsteinn gerir vel hana, heldur anguluna vel. Ok, þetta mjög cheeky myndavél hjá þetta, sko, hún ætti alveg definitely ná að pinga einhvern, að það eru nóg mikil smókar þá nærðu síðan að drepa einhvern. Úff, hvað Þorsteinn át þetta flass, lappar út og stendur bara eitthvað á miðju bombsætinu, flassaðir og síðan að taka kameradartið að sér og hún ekki refsa fyrir það, ótrúlegt. En já, síðan hreinsaði þetta upp. Staðan var 5-4, vel gert, jafn leikur, skemmtlegt. En núna eru Ótti komnir í ansi mikið spar, eða þeir hefðu nú getað keypt eitthvað smá eins en samt sem að þeir fara í sparið. Núna gerir Hugstar þennan botta sem að byrja neðar og kemst ekki upp með það. Þeir eru líka að stakka bíðið svolítið, það enginn á A fyrir utan Minidegrís, einmitt núna. Það var skemmtilegt swing hjá honum. Það var alveg geggjað að hann skildi hafa náð einhverju með bara einu barri af shortíðinu, sko. Picks átti að gera vel, góð picks. Peter samt búast þér við honum á þessum stað. Úff. Vá, ég sé í gegnum veggi og ég var varla búinn að meðtaka að þið væri þarna þegar Peter var búinn að íta á gikking. Þetta voru rosalega reflexes hjá Peter. En þá gíra Ótti sig aftur upp og þetta orðið bæránd aftur hérna. Búið að vera, já, þannig að Ótti tóku þarna 4 ránd í röð og núna eru Vidgar búin að taka 4 ránd í röð, skemmtilega fram og tilbaka á þann hátt og núna sjáum við hvort það ná aðeins að stöðva þetta. Hittir ekki vappaskotinu en sem betur fyrir YC hérna, tilbúin til að bakka hann upp. Næri Edsen. Þetta með góða pressu þarna á B. Það virðist ræra hægt. Úff, Peter, þetta pikk, ég held að aldrei neitt búist í því að hann myndi keyra í gegnum ná þessu pikki, sko. Og minkurinn flassar. Já, vel gert, næra að hreinsa Peter út. Það er bara Minidegrís og skröfin eftir. Minidegrís samt með vappa og getur verið ótrúlega. Herru, nei, Cake flottur og Addi sér bara hreinsa þetta alveg. Last round in the half. Þá það loka round. Ótti verða bara að gjöra svo vel að forsa hérna. Minidegrís kaupir fyrir einhvern sínist mér og ætlar hnífana. Þá náðu þeir að púsla saman ansi góðu kaupi. Bara skröfin og litlu málma sínist mér. Af þeim sem eru við þessu.
Ótti ætla ekkert að breyta til. Það er ennþá bara Skrufinn og Peter á B. Get out of my way! En sjáum hérna Cake er að næstu því sem hann ætla að spila þetta svolítið hratt, en hann er satt með vatn sko, þetta er erfitt. En Ótti komni með rotate og Högstar ætla greinilega að úta inn á. Ok, þetta er flott execute. Nei, heyrðu. Últar hérna inn á eftir Spike down. Ritsúltinu Last player og standing. það var bara allt of mikið í gangi á saman tíma á þessu þarna rándi. En Ritsúlti kemur hérna inn, Switching sides. Högstar eltið eftir. Vá hvað hann hlýtur á að hitt nálægt Edson, síndist mér allavega, en nær hann samt ekki. Og þrátt fyrir að þeir séu deysaðir, út af því að þeir eru tveir, þá þurfa þeir náttúrulega bara að hitta 2 kúlum hvor í Högstar til að ná hann niður, sko. Nei, ná hann sérna í kjölfarið. Eins og þetta leit nú ágætlega út og síðan var Skrufinn bara tilbúinn hann og tók einhverju 2, síndist mér, úr elbow. Oh, this is a nice spot. Hann var rosalegur í þessum fyrri hálfleik. Ég held að hann hafi bara endað eftir blaði fyrri hálfleik. Allavega, leikurinn jafn, það verður gaman að sjá hvað hvað Vidgar gera núna í vörn. Högstar bara mætir hann í gegnum og Cake mætir í gegnum TP og vinna hann með Adda og ná að hreinsa ansi vel út. Myndigrís og Þorsteinn F samt komnir inn á. Þeir eru þarna 2-3. Minkurinn píkar þegar að Þorsteinn F er að dúla inn í húka og Myndigrís er að horfa rétt, þannig að hann nær honum. Þeir eru samt með bombuna inn í húka. Here. Það er eins og þeir vitum Adda. Cake er eitthvað að pæli að fara hringinn. Það er spurning hvort það myndi borga sig, sennilega. Annars eru þeir með ágætt setup þegar horfa svona báðir móti hverjum. Það er einhvern veginn samt á sama tíma eru náttúrulega, já, þú veist, það er nefnir bara betur hílun og núna verður Myndigrís bara frekar 30 healthy seconds left. og alveg smá timing einmitt þegar að Cake fer til að passa bakið, koma þér hoppandi. Gun here. Addi náttúrulega því lít low. Na, spurning hvort að Vidgar forsi aftur núna. Sýnst ekki, sýnst það bara að vera væs í shortið. Þannig að sáum við Þorsteinn F taka Run of Shame aftur í spækinu eftir að ég glemdi. Það eru Högstar með hérna deglina. Úff, þetta var eitthvað ekki alveg að ganga hjá honum. Og Minkur með þótt að nú kannski svolítið hérna bjart sitt annað með 1 skot eftir í byssunni að vonast til að ná eitthvað. Cake með shortið, nær hann brug, já, nær Peter, nær byssu, nær ekki Skrufinn. Það gerði samt mikið á hann. Addi, literal 1 HP Spike planted. og Væsi ömulegri stöðu með shortið, myndi ég segja. Hann satt að ná að beita þetta ágætlega. Það hefur verið gaman að vita hversu mikið damage hann gerði á það þarna. Hann skaut einhvern veginn á millir og hitti á báða. Maður sjáum við hann uppi. Myndigrís og orðin frekar lágur en Edison var svona einhver staðar fyrir miðju. Þeir eru alltaf óttið að gera það einhver svona þeng að þeir skilja alltaf spæk eftir. Yes, this should do. Skemmtilegt að sjá að hérna Cypherarnir eru topp í báðum liðum. Þarna er Myndigrís að taka Run of Shame fyrir spækinn. Get out of my way! Ok, Cake sá hellinga þeim. Þannig að núna hljótaður að vera með allt info sem þið vilja. Högstar þarf að láta vita. Sá hann ekki Myndigrís hana? Þarf að láta vita við erum sínst Minkurinn. Minkurinn var ekki
alveg nógu verið en það er alveg spurning hvort að það geta einhvern veginn gengið betur. Einhvern veginn þurfti hann að klíra þetta og hún var alltaf að feita út. Cake óheppinn með sprayið hérna, hann er ekki alveg að fylgja Þorsteinu nóg ef Þorsteinn með spekturinn, hann getur bara hlaupið. Allt með kemur hérna, keyrir í skrufin. Úff, skrufin er bara ekkert líf, bara ekki neitt. Notar myndavélina til að reyna að beita og Hugstar nær ekki að vinna út úr þessum aðstæðum. Ég ætla að segja að MVP þessa rounds hafi verið skrufin. Hann náði þarna í rauninni 2 killum sem að innan gæsalappa hefði ekkert endilega átt að hans. Hann var tvísa með spektur á móti betri byssu og náði að vinna dúlið. Hann klárlega sagði sitt í þessu rondi. Minkurinn, þetta var geggjuhugmynd en hann bara, já, þetta var einhvern veginn aðeins of nálagt allt saman. Þeir eru komin of nálagt, hann var komin of langt út eitthvað og Hugstar í umulegum alveg manna. Cake literal 5 HP, ekki með neina hnífa, hann er með AK, spurning hvort hann hefði bara ekki átt að sjá því að hann væri með AK eða hann hausaði allavega Þorsteinn F, þannig að hann hefði getað, ef hann hefði verið með vandalinn, það var bara, Þá sjáum við Þorsteinn F hlaupa henni einu sinni og ná í spækinn. Það gengur ekki rosalega vel hefur maður munið spæknum. En, heyrðu, ok, hérna ætlum við að sjá eitthvað breach, breach raceplay. Þetta verður örugglega skemmtilegt. Ok, svínvirkar. Þeir eru stauraðir. Minkurinn keyrir til vinstri. Þorsteinn F nær að klíra Hugstar. Píturinn er minknum. Og Þorsteinn ressar hann allt í einu þetta orðið bara man, þetta var geggjaplay en samt endaði einhvern veginn í man advantage fyrir Ótta. Já, hann Cake er bara lét reyna þrisvarsinnum að taka vappadúli við Minute Grease. One enemy remaining. Þeir vita alveg YC sko. Spurning hvort sé bara bestur en hann að spara eða eitthvað. Hann getur svont. Nei, portalið kemur ekki fyrir að þeir ná að deyja út á bombunni. Gæti farið og skiptir ekki máli. Þetta er ekki alveg nóg gott look fyrir Vidka. Þeir eru komnir í svona sem segja þetta, spækinn enn einu sinni, skilin eftir að spána á 8. Þeir eru bara að segja að við þurfum ekki spækinn, við förum bara á hausina. En já, það er Vidkar bara semikaup 1 round í matchpoint. Þetta er erfitt. Addi strax pikkaður í einhverju píki í húka. Og Edison pikkar á miðinu. Ég er ekki viss að YC sé að fara að lifa þetta er skrufin. Nei, herðu, Cake með skemmtilegan haus með Marcel. Sko Marcel virkar sín vel ef þú nærða hausinn. Og Minkurinn nær hún skrufin með 1 og 3 en hann er með AK. Ég held að við enginn búist við að Þorsteinn F væri bara eitthvað þarna. Match point. Það er kannski ekkert skrítið að Cake hafi bara hlaupið eitthvað. Ekkert verið að pæla í eitthvað þessu anguli sko. Ja, þá var það dugað að drepast fyrir Vidka. Þeir eru fullkaup en efnahagurinn hjá
Ótta er ágætur, hann ég er ekkert vissum að það sé að fara. Þetta er alveg uphill fight, sko. Við erum að dæla út utility, það skila sér í killi fyrir Cake. Öðru, og Cake að gera góða hluti. Klál bara þvílíkt búin að einfalda randið hérna fyrir þeim. 5 og 3, sjáum hvort þeir geta unnið með þetta. Mínúti grís næsar fyrir það. Nær minknum bara með Sheriff en beitar fyrir Hugstar sem nær þá að treyta. Gott treyt. Cake til varnarinn á bíður og keirinn á bíður. Samt erfitt hann með vappa og þeir setja hann back. Úf, rétt missir af Peter hana. Geggjað ult hjá YC. En Peter, þessi maður, hann er náttúrulega ótrúlegur. Við getum ekki kantað hann út, sko. Við erum að taka 1. Móti 4 minna. Nei. Þeir ná honum. Þeir haldið sér í matchpoint, Vidgar. Það er vel gert. En hann að sjáum við, sko, efnahagurinn hjá Ótta var orðin ansi góður. Þeir geta keypt í næsta rándi líka ef þeir tapa, sko. Og það er ekki fyrir eftir það sem við getum sagt að að Vidgar fá eitthvað frítt ránd, þannig að þetta er alveg klárlega bara þetta er mjög erfið vegferð. En við sjáum að Vidgar er að gamla rétt og Hugstar tekur aggressive peek en Peter er tilbúin fyrir það og síðan bara tekur hann þvílíkt white swing og rústar Cake og minknum. Já, hann er bara að halda áfram. Já, bara komið 4K. Peter ætla bara einn að sjá að sigla þessum leik. Nei, YC tekur hann út en Edson er tilbúin í treytu og þá er það GG. Rosalegt showing hjá Peter í sumum af þessu rándu, sko. Það getur verið, þetta er alveg rosalegt. Þannig að sjáum við stigatöfluna. Þorsteinn F, MVP. Hann var að skila bara mjög steady performance yfir allan leikinn. Og þannig fyrir það, eins og ég segi þá vorum við því miður ekki með fyrir leik þessa viðregnar. En það fór 13-10 fyrir Ótta. Og með því þá eru Ótti búin að vinna, sem sagt, unnu Ótti báðar viðregnir gegn Vidgar og eru því búin að vinna alla 4 leiki sinna. Förum bara í stigatöfluna, loka stigatöfluna eins og hún er einmitt núna í mótinu. Það sjáum við að Kutur og Ótti sitja einmitt núna í efsta sæti í efri deild. Bæði lið með 4 stig í 4 leikjum og önnur lið í efri deild hafa ekki unnið leik en þá svo sjáuð þá er Harka þarna neðst og svona eiginlega aðskilin. Þetta er lið sem að fékk að koma í mótið á seinustu stundu undir því skilyrði að þeir myndu sjá svolítið sjálfur að finna sína leiki frekar heldur en að fá viðmið eins og allir aðrir og einmitt núna þá hafa þeir bara ekki ennþá sett sig í samband við neitt, skilst mér, til þess að skipuleika leik. Þannig að það gæti alveg verið að það fari þannig að þetta lið hreinlega bara spila ekki neina leiki og þá er bara eins og þeir hafa ekki tekið þátt, svo einfalt er það. Þannig að í bili hunsum við Hörku, tölum bara Kuta, Ótta, Leynd, Drottningar og Vidga. En það er spennandi að segja frá því að næsta sunnudag 27. eru Vidgar að mæta Kutum og Drottningar að mæta Leynd. Ég reyndar eitthvað séð það að Vidgar sé að fara að færa leikinn sinn, þannig að kemur ljós hvernig það verður. En
drottningar eru að minnsta kosti að fara að mæta leynd. Ég hugsa að það geti verið skemmtileg viðureign. Og síðan 4. júlí þá er viðmiðið fyrir viðureign milli Ótta og Kuta. Ég held að hún verði æsispennandi. Þannig að það er mikið skemmtilegt framöndan og en þetta var líka bara æðislega skemmtilegt kvöld og ég þakka öllum fyrir áhorfið og við bara sjáumst í næstu viku. Takk fyrir mig.